Góðir Íslendingar. Í beinni útsendingu frá Reykjavík, hér kemur Harmageddon með Frosta Logasyni. Komið sæl og blessuð. Alveg intróla í dag, mjög dramatíst. Selló-sinfónía frá engum öðrum en Eyþóri Arnalds. Það svoleiðis. Þetta er gamli, góði Tóttmóbíl, Tappi Tíkaras, sellóleikarinn sem að er einn fárra svona listamanna sem að hefur opinberað sínar hægri skoðanir. Það er Hægri öfgar. Hægri öfgamaður. Öfgakendir. Úr listageiranum. En ég tel mér nú vita að það eru þó nokkuð fleiri listamenn eða tónlistamenn sem er alveg hægra megin í lífinu en þetta er erfiður bransi. Þú getur ekki, fólk verður að fela, getur ekki klætt sig í sín venjulegu föt dagstaglega þegar þú ert í þessum geira. Þú getur verið útskúfað ef þú ert ekki í rétta liðinu í listageiranum. En já, þetta er lag af væntanlegri plötu frá Eyþóri Arnalds. Hann sagði mér nú frá því, hann kom hérna í viðtal til minn í gær og ég mun birta það örugglega um helgina eða strax eftir helgi. Hann í COVID, þegar hann var mikið heima fyrir, þá fór hann að munda sellóið aftur og byrjaði að taka upp nokkuð selló og raðaði móna á hvert annað útkoman er þessi. Þetta er mjög skemmtilegt og Eyþór Arnalds hefur náttúrulega gert ótrúlega hluti í tónlist í gegnum tíðina og eitt af magnaðasta, fyrir þetta náttúrulega Tappa Tíkaras og þess að hann hefur gert Tóttmóbíl og svona það. Hann tók upp fyrstu breiðskífu, eða fyrstu 2 plötur, Jappa Joe, og var upptökustjóri á þeim og það eru góðsatningkendar plötur algjörlega og hann ámyrir sig að það er alltaf eitt lag á fyrstu plötunni sem hann sem hann samdi bæði lag og texta og þetta er snillingur, hann Eyþór, og svo er hann með skemmtilega sín á hlutina og mjög gaman að tala við hann. Og ég mæli með þessu viðtali, það dettur inn á broadcast á allra næstu dögum. Ég minni líka á að við erum hér í boði góðra fyrirtækja og þau styrkja okkur og við styrkjum þau. Það er bara þannig og ég mæli með því við mínar hlustendur að skipta við fyrirtæki eins og Regus sem eru með geggjaðar skrifstofulausnir og svo erum við að tala Caveman. Þetta er þessi skyrta þetta er Magnús Ver Magnússon skyrtan, ég man ekki alveg hvað hann heitir en þessar skyrtur hafa slegið í gegn á Íslandi. Þetta eru líka bestu skyrtur sem þú færð bara í Evrópu og þó víðar væri leitað. Síðan er það Biofit sem heldur mér heilbrigðum og heilsur haustum og það stendur ykkur til boða líka að fara inn á biofit.is og slá inn afsláttarkóðan Harmageddon til þess að fá 20% afslátt. Já. En í dag er föstudagurinn 24. janúar. Þetta er búið að vera hræðilega erfið vika fyrir libtarda. Fólk sem elskar ritskoðun og fólk sem Opin landamæri og vill helst bara ólöglega innflytjendur allstaðar og allstaðar nema í sínu hverfi. Já, nema í sínu hverfi. Já. Það er þetta er búið að vera virkilega erfið og við hugsum til þeirra þessa vikuna. Þetta það er sjaldan eða aldrei verið jafn erfitt fyrir þetta ágæta fólk og þau eru gjörsamlega bara að apeshita, sem að tali lélega íslensku það er auðvitað erfitt að hafa legið undir massífum áróðri að ef að Donald Trump komist til valda þá hefjist hér bara þriðja ríki Hitlers og helförin verið tekin upp aftur og eitthvað svona. Þau vilja trúa þessu. Þau eru búin að láta mata þetta onni sig og það
það er hjákátlegt að sjá sem sagt, hvernig fólk gjörsamlega að hárreita sig á þessum síðustu dögum sem eru búin að vera reyndar frábæri dagar. Það er allir einhvern veginn, það er fólk að segja, já, við sögðum að þegar þetta myndi gerast, sjáu hvað hann að gera. Og já, hvað hann að gera? Hann að brottflytja ólöglega innflytjendur og glæpamenn. Það var tilkomið mikið, ég með bútað því eftir þar sem að við sjáum úr bandarískum fréttum þar sem að þessi stofnun ICE sem fylgist með ólöglegum innflytjendum, hún sko spýtt í lóana og farin af stað, bara hirða alls konar gengis glæpamenn og koma þeim úr landi bara 1, 2 og bingo. Hann hefur skrifað undir einhverja 200 tilskipanir Donald Trump sem eru hver annari stórkostlegri, fyrir bara að segja. Það er í gær sá ég frétta því að hann hefði skrifað undir það að bara opna öll skjölin á morðtilræði John F. Kennedy, R.F. Kennedy og Martin Luther King. Þetta Og hvað mun kom í ljós þar? Djúbríkið gerði þetta. Það er bara svoleiðis. Hann hefur farið í náðanir og það eru búið að vekja upp miklar deilur en staðreyndin er svo að Biden hefur náðað margfalt fleiri og Barack Obama ennþá fleiri. Biden meira sér náðaði á síðustu dögum embættisins Anthony Fauci af öllum mönnum sem að fekk fyrirfram náðun á alveg eftir að rannsaka þennan COVID-skandal allan og hvernig hann hagnaðist á því að ljúga þar, Anthony Fauci, það hefur svo sem komið fram en þá eftir að gera opinberar rannsóknir á þessu, en það er búið að náðan bara fyrir sakir sem að ekki hafa verið einu sinni settar fram en þá. Þetta er í raun og veru algjörlega fordæmalaust rugl og svo náðan líka einhvern sem hafi myrt 2 FBI agenta, sko, ég var eftir að skoða það betur, það get ekki úttala með það á þessari stundu en sem var að reykja krakk með Hunter þá. Já, allir það ekki, ég veit ekki. Og Hunter Biden, það er náttúrulega búið að náða hann áður og svo tók hann alla fjölskylduna sína. Þetta er alveg stórkostlegt rugl. Þráttur að hafa sko ítrekkað sagt, ég mun aldrei fara í slíkar náðanir og gera það samt. Hann er ekki maður orðasuna, ólíkt Donald Trump sem að ríkur beint í verkin og klárar það sem að hann lofaði strax á fyrsta degi. Það er svo auðvelt með að réttlæta samt þess að náðanir þessi liptartar já, þetta er bara því Trump er rugglaður. Já, einmitt. Það verður bara að gera þetta því hann er rugglaður sem er búin að vera, þú veist, bara í dómsmálum síðan hann byrjaði að bjóða sig fram fyrst. Það er sem sagt skilurðu? Dómskerfið var vopnavætt það var bara sett allt í gang til þess að reyna að bregða fæti fyrir Donald Trump. Þau vita það sjálf, sem sagt, demokratamegin að því að þau eru búin að vera að misnota dómskerfið, að þá eru þau að ætla honum að ætla að gera það líka. Þetta er náttúrulega bara heila fyndið og en það er líka samt eitthvað svo dapulegt einhvern veginn hvað við getum ekki verið sammála neitt. Þetta eru bara 2 fylkingar. Það er skautun á milli og þráttur að Donald Trump sé að gera frábæra hluti og Elon Musk bara eins mikið snillingur og hann er og allt sem að hann hefur gert bara fyrir framtíð mannkyns að þá verður þetta fólk einhvern veginn, það verður að hafa einhvern til að hata og öfundast út í. Þetta er sérð hverjir eru algjörlega heilaþvegnir, bara gjörsamlega heilaþvegnir. Maður sá það þeir sem voru sem er að tala núna um að Elon Musk sé bara, þetta er nasistakveðja. Hann er bara að gera nasistakveðja. Það er ekkert annað, þú veist, allt segir, þú veist, það er ekki eins og þú veist, þetta er óvart, skilur við. Það er alveg stórkostlegt rannsóknarefni að sjá hvernig fólk hefur tæklað þetta. Það er alveg endalaust af statusum á Facebook og x.com þar sem að fólk er bara eitthvað, já, ætlaði að reyna að segja að þetta sé ekki nasistakveðja. Kallið bara þetta sem að það er. Man bara, hvað er að ykkur? Og það er ekkert í, sko, ef fólk hefur eitthvað fylgst með, eða hort kannski bara á 2 viðtöl við Elon Musk, þá er þetta bara ósamrýmanlegt við hans lífsskoðanir að hann sé einhvern laumu nasist. Það gengur ekki upp. Ef hann væri líka einhvern laumu nasisti, þá er þetta klárasti gaur í heimi. Hann myndi aldrei gera nasistakveð upp á sviði þá. Akkurat. Fyrsta lagi, sko. Og svo er náttúrulega, þú veist,
Máli, þú veist, það má segja að þetta hafi, Það lítur ítlu út. þetta var borið keima af nasista kveðju, en máli það bara ekkert það sem að hann að hugsa þarna upp á þessu sviði. Veist, hann er ekki að pæli því, ég verð að passa mig og gera ekki svona því að það lítur kannski út eins og ég sé að gera. Þetta var, from the bottom of my heart. My heart goes to you. My heart goes to you, skilur þetta var svona hjarta mitt slær með ykkur kveðja. Og nei, þetta nasisti og fólk alveg grilla sko. Og það ekkert eitthvað svona, þú veist, það hlustar ekki að neitt sko. Nei, ekki séns, þetta bara ekki óhaganlegt. Og þetta svona, mér finnst þetta keimlíkt í að ég sá svo ógeðslega mikið í COVID hverjir voru algjörlega heila þegar hestaormalyf áróðurinn byrjaði. Akkurat. Ef þú varst að segja það, þá varstu bara að fá upplýsingarna hennar frá einu stað og þú gjössalega kokleiftir þær sama hverjar voru. Það var ég var oft sagt það var eitthvað mest afhjúpandi moment bara sem að ég hef ég hef aldrei fyrrni síðar eða þú veist, kannski síðar meira þarna opnaði þetta alveg fyrir mér sko bara hvaða mikill áróður gangi og hvað fólk getur verið heila því. Það var akkurat að horsewormer dæmi sem að þú þurftu bara að googla ævermektin þú veist, og ekki skoða hitpísinn, bara skoða hvaða og þá sérðu bara, þetta lyf sem margar milljónir manna hafa tekið, nánast engar aukaverkanir hættulegt, þannig að þú ert og síðan þá, eins og þá hefur maður, þú veist, af því ég var svona bara algjörlega anti-samsæðiskenningar, ég meikaði engar samsæðiskenningar en eftir að maður sá þetta, hvernig fjölmiðlar voru manipuleraðir og fólk blekkt með þessu, að þá svona fór maður að sjá betur, það bara opnast svona Pandora-boxi. Og það einmitt nákvæmlega með Donald Trump sko. Það búið að, þú veist, það búið að saka hann að vera bara horsewormer í mörg ár. Það að segja að hann sé bara eitraður viðbjóður, sem hann ekkert, þú skoðar það sko. Og sama með Elon Musk. En öflunum, ég veit ekki, sem að keyra þetta, þeim tekst fullkomlega einhvern veginn að skipta okkur í þessar fylkingar. Þetta það sem þið vilja. Það það sem þið vilja. Já. Og það alveg, þú veist, það pínu sorglegt, þú veist, það er svo mikil tímasóun að þurfa að vera einhvern veginn að, þú veist, þú fáið, nei, þú fáið, þú veist, þetta bara þetta waste of time. Eitthvað fucking ping-pong til dauðans. Ef þú ert með völdin og átt allan peningin og allt þetta, þá vilt þú bara að það sé vera að rífast þú veist, kallar í kvennaíþróttum eða, þú veist, gerðan nasistakveðju eða, þú veist, eitthvað svona algjört tilgangslaust bullshit, þannig að þeir geta verið bara græða á bankanni, græða, þú veist. Já, þetta steipa. En nóg það eins og ég segi, föstudagurinn 24. janúar, fyrsti mánuður ársins senn á enda. Mogginn í dag segir okkur frá foreldrar sem vilja reka leikskólastjóra og þið verðið eiginlega bara að lesa þessa frétt. Sko, það greint frá því að þetta sé leikskólastjóri sem hafi komið við sögu í fréttum á Íslandi árið 2020 þegar hann starfaði sem bakvörður á hjúkrunarheimilir Berg í Bolungarvík. Eini bakvörðurinn sem var í fréttum eitthvað á Bolungarvík árið 2020 var konan sem að þóttist vera bakvörður, manstu eftir þessu? Já. Og hún flaug vestur og sagðist vera með einhver hjúkrunarleyfi og svo var það bara eitthvað og það ekki farið nánar út í það hér en þetta verðist vera sama kona og það farið yfir alls konar atvik sem átt í stað núna í leikskólanum þannig að foreldrar 60 barna hafa núna undirritað og vilja sko leikskólastjóran burt og ég segi það alveg þess virði að lesa þetta því að fyrst hugsaði bara einhverju foreldrar sem eru ósáttir en þetta bara eitthvað svona á öðru leveli hvernig hún haga sér þarna sko. Bara ég tek eitt dæmi sko. Sagt frá börnum sem kvíða því að fara í leikskólan að starfsfólk hafi sýnt óviðandi hegðun í garð þeirra og meðal annars sem nefndi söguna dæmi dreng sem öskur grét alla mótna sérstaklega þegar leikskólastjórinn var að störfum. Drengurinn hafði orðið fyrir því að vera barinn af öðrum drengjum sem voru eftirlitslausir inn á klósetti fyrir þá sök eina að eigi ekki pappa. Þegar móðirinn kvartaði við leikskólastjóran yfir meðferðin á syni sínum segir hún að leikskólastjórinn hafi sagt við sig já en ég meina hann oft lítill í sér frá því að þú varst með krabbamein. Bara ha og þetta var til þess að þessi móðir tók drenginn úr leikskólanum og flutti annars svo fullt af öðrum svona tilvíkum sem við farið í
En þetta virðist vera svona mjög vanstilt kona sem að eigi kannski ekki best heima í leikskólastarfi. Hvernig getur hún fengið þetta starf ef hún með þetta á bakinu? Með bakvörðin, það alveg merkilegt. Ég man því ég var að vinna í frístundarheimili, þá allt í hennu kom í ljós sko sumatíma, þegar frístundarheimili bara lokað. Að eitt starfsmaður sem hafi verið að vinna með mér í 2 ár, hann tekið bara með tölvu fulla af því sem hún vilt alls ekki vera tekin með. Kinderporn. Já, basically. Herðu, ok, hann alltaf rekin og eitthvað svona. Herðu, hann hafi verið tekin áður 5 árum. Nei. Hvernig gæti að fengi vinnuna? Já, maður. Maður bara, þú veist, ég er ekkert eftirlit á svona. Þetta segir kannski mest bara Ég er ekki að segja að hún sé barnaperi eða eitthvað það sé líkt eða eitthvað skilur en að sé farið yfir historíu og... Já, en þetta er kannski segir sína sögum hvað er erfitt að fá starfsfólk og frístundaheimili og... Herðu, hún var að missa vinnuna bakverðin og bóluga, við getum hana. En já, þú veist, í mínum leikskóla, eða það er að segja leikskóla sem ég er búin að vera með mín börn í sem betur fyrir, bara búið að vera gríðarlega ánægja á mínu heimili með sem sagt kennarana og það kom reyndar upp eitt atvik þegar elsti strákur með var lítill sko, og það var bara vel tekið á því, það var eitt svona vanstiltur starfsmaður en Já, það getur komið fyrir. Já, getur auðvitað komið fyrir en heilt yfir sko finnst mér leikskólar Reykjavík vera gríðarlega velreknir fyrir utan að þeir eru náttúrulega með manneklu og í sumum leikskólum þarf að sækja börnin bara fyrir, þú veist, annarkvæmt dag. Ég er lenda mikið í því. Ég lendi eiginlega aldrei í því á leikskólanum mínum. Og það er bara núna eftir hádegi þarf að sækja annan þeirra sko, út af deildin hans lokar. Já, einmitt. Út af manneklu. Já, þetta er, það er það sem er helst að þessum leikskólum. En það er líka, þú veist, það er ekkert atvinnuleysi á Íslandi. Það er bara gríðarlega erfitt að fá fólk í störf sem er ekki rosalega vel borguð og leikskólastarfið er allt of lágt launað með það að þarna er verið að annast okkar dýrmætustu eignir, ef svo má segja, sem eru blessu börnin. Skemmtileg skot hér á ríkisstjórn og ráðherra fyrir tíðar Staksteinar í Mogganum er að vitna í 10 í Viðskiptablaðinu og það segir að Týr hafi lesið frétt Morgunblaðsins viðbrögð Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis- og orkumálsráðherra við Hvammsvirkjunardómnum og líkur lofsorði á ráðherrann fyrir að vera lausnamiðaður maður. Það þykir tíð til eftirbreytni og svo segir ef þetta nær fram að ganga er ljóst að Jóhann Páll gerir meira gagn en forveri hans í starfi sem að afrekaði það helst að hækka kolefnisskatta, koma á kynlausum salernum í opinberum byggingum og ráðast í stórfelldar niðurgreiðslur á rafbílakaupum stærstu bílaleigna landsins. Þetta var Guðlaugur Þór. Það er aldrei... Sko, ég veit ekki hvernig ég er búin að reyna mjúklega að segja þetta við. Sjálfstæðisflokkurinn er eiginlega búin að vera bara liptartar í 7 ár. Ég er bara að segja það, sko. Já, það er ótrúlegt með Guðlaug Þóri mitt, sko, sem að er svona, ég fíla Guðlaug Þór, sko. Hann er, karakterinn er, og hann er alltaf segist standa fyrir, þetta einstaklingsfrelsi og minna ríki og allt þetta en til dæmis að koma á kynlausum salernum í opinberum byggingum og það hafi verið orkumálaráðherra Guðlaugur Þór sem hafi gert það er hjákátlegt og sýnir gríðarlegan kontrast á milli þess sem eru hægri menn á Íslandi og þeir sem eru hægri menn í Bandaríkjunum í dag sem að taka í bremsun og segja hingað ekki lengra með þetta brjála vókkjaftaði sem allir eru konum upp í hálsaf. Ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að bara baktjaldsmenn í sjálfstæðisflokkunum eru örugglega bara búin að segja við henni Kolbrúnu, þú ert bara ekki að fara að bjóða þig fram að því við erum ekki að þetta er ekki leiðin til að fá sjálfstæðisatkvæðin Einmitt, maður hugsaði, hún tilkynni það núna í vikunni hún er búin að vera stefnað í 7 ára ætla að vera næsti formaður sjálfstæðisflokksins hún tilkynni bara ég er ekki að fara að bjóða mig fram. Hvers vegna er það? Jú, nákvæmlega. Ég held að hún sé að fá mjög skýr skilaboð frá baklandinu og þó að hún sé svona, hún er búin að passa sig að vera rosalega svona, svona, hvað ég segja, ráðsett og yfirveguð stjórnmálakona,
sem að hefur kostað hana það að hún er ekki sko, maður er ekki séð hann að brosa sko, hann stekkur ekki bros á vör aldrei nokkuð tíma, það er engin húmor í henni, hún er alltof svona einhvern veginn sem er kúskaft upp í enda þarminum og og er bara svona, þú veist, það er ekkert apíl við hana, hún sé alveg ég er ekki að segja, hún er glæsileg kona og hún er mjög næs og fín mjög og allt sko, fín, en hún er ekki með hennan kjörþokka sko, sem að heillar fólk ég er líka skoðar heimspólitíkina þá er hún búin að breytast þetta Donald Trump, hægri fólkið vill fá Pierre Poulivi hana Milei Trump, það vill bara fá okkur sem er munni fyrir neðan nefið og bara segja bara nákvæmlega sem hann er að hugsa og nákvæmlega, og það er það sem að almenningur þarf á að halda í stjórnmáluleiðtogum í dag, það er bara en það er gott að hún hefði áttað sig það er einhvern veginn, hún hefur einhvers staðar fengið þessi skilabóð þetta opnar svolítið fyrir Gulla sko nú er talað að þetta sé helst Guðlaugur Þór og Áslaug Arna sem munu bítast þetta og þá held ég nú að Áslaug Arna sé nú af þeim tveimur vænlegri kostur. Mér finnst hún langvænlegasti kosturinn. Ég er ekki að segja að hún sé bara eitthvað topp kandidat en að þeim sem eru á þingi. Það er svolítið þannig. En aðeins meira hins vegar þykir dómur héraðsdóms afhjúpandi, það er að segja Hvammsvirkjunardómurinn afhjúpandi fyrir Alþingi sem í aulaskap hefði gert allar vatnsaflsvirkjanir ólöglegar. Það er líka rannsóknarefni hversna 2 umhverfisráðherrar, Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Guðlaugur Þór Þórðarson, gerðu ekkert í málinu þrátt fyrir að þeim hafi verið bent á þennan galla í lögunum. Blöskrar líka viðbrögð Þorgerðar Maríu Þorbjarnardóttur formanns Landverndar sem í útvarpsviðtali skildi ekkert í fjarafókinu. Ég veit ekki betur en að þessi orði meira og minna að fara í gagnaver og landeldi eða einhverju svona stórnöndu notendur, sagði hún. Einmitt. Bara pjatt eins og atvinnuuppbyggingu, verðmætasköpun, útflutningstekjur og hagvöxt. Það er bara pjatt sem að skiptir einhver máli. Þetta er fíaskó og ótrúlegt að þessi hægri ráðherra Guðlaugur Þór, hann hefur á hans vakt, þá hefur þetta einhvern veginn algjörlega klúðrast. Þrátt fyrir að hann hafi verið allan tíman að tala sko að það þurfa að fara að virkja og það þurfa að fara að laga lögin en svo að setja að virkja meira og eitthvað. Ekkert. Það er dapurlegt. Herðu, við höfum nóg að tala maður. Við ætlum að vinda okkur í fyrsta dagskrárlið þáttarins í dag. Við erum komin í 5 fyrirsagnir. Extra, 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 read all about it. Me and that playboy in trouble again. Extra, 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 read all about it. Já, herðu, 5 fyrirsagnir. Við ætlum að byrja á nútímanum sem að sagði að hérna er hún Hera, hún á að koma setna held ég. Var það ekki alveg örugglega rétt hjá mér? Nei, býtu, fyrirgjöf, ég er að rugla. Það átti að vera Hera, þetta átti ekki að vera nútíminn. Hera gerir upp skítkastið. Lágar meirihlutinn, jafn sekur og háar minnihlutinn, segir fyrirsögnin og þetta er áhugaverð grein sem er unnin upp á viðtali sem að Sölvi Tryggvason tók við hana og þarna er Hera bara loksins að rísa upp og segja hvað gekk á þarna þegar hún tók þátt í söngkeppninni og fór í Eurovision. Það er auðvitað búið að vera trillingslegt sko, hvernig fólk hefur látið út af þessari hörmulegu deilu og hörmulegu stríðsbrölti Ísraelsmanna á Gaza sem hefur kostað allt og marga lífið. Það er engin að deilum það en það er svakalegt einhvern veginn hvernig fólk er gert upp þær skoðanir að það séu bara barnamorðingjar og nasistar ef það er ekki að taka eindregna afstöðu í því að sniðganga allt sem viðkemur Ísrael og ég sá að hún talar sérstaklega sko lagahöfundin sem að greinilega var algjör litta sem vókaði yfir sig hún sagði ég gerði lagahöfundinu mínum það strax ljóst að hún mætti stíga frá þessu en að það yrði helst að gerast áður en ég færi upp á sviðið og ég teldi að við vorum að vinna í sömu átt því miður þá gerist það ekki ég fann það að hún var komin í 8 þegar það var orðið á seint að bakka en hún var bara komin í lið og hann langaði að Basar myndi vinna
Lagahöfundurinn Ásdís María ákvað að fylgja ekki Heru og teymi hennar í lokakeppni í Malmö í Svíþjóð. Hún sagðist ekki geta samvisku sinna vegna í einhverju viðtali. Og fyrir það á hann að fá mikið lof fyrir sko að vera svona, þú veist, að taka afstöðu og eitthvað. Hann fekk vákstig, sko. Já, en hún er ekki að gera neitt annað en það sem er auðveldast að gera í þessari stöðu. Þegar það er ofbeldisher að hóta þér sko mannorðsmissi og að missa vinnu og svona, að þá þorir ekki að standa upp gegn því og þú littast niður og getur ekki eins og staðið með þínu eigin lægi og þínu eigin keppanda. Það sem ég fannst skrítið var að þeir sem voru í hans liði, Bashars, vissu allir að hann væri að fara út að keppa ef hann myndi vinna. Einhvern veginn var það í lagi að hann færi út en ég mátti ekki fara. Það voru aðeinslega sem notuðu sér þetta ástand til þess að fá jákvæða athygli fyrir sjálf og sig með því að gera í því að segja að samvisku sinnar vegna gætu þau ekki tekið þátt. En þeir raun snerist það bara að ganga í augun á hávarum hópi af fólki sem fór mikið inn á netinu. Það er nákvæmlega það sem að þetta er. Og hún lendir í alls konar skítkasti og viðbúð. Já, ekkert smá maður. Hún var bara rústuð á netinu, sko. Sem hún segir, það var uppgötun fyrir mig að átta mig á því að það væri hera fólki þarna úti sem að fylgdi ákveðnu prógrami til að ráðast á mig á netinu. Það voru sendt út bréf í hópa sem fólk deildi svo þar sem ég mátti ekki lengur kalla mig móður eða góða manneski og ég væri að styðja við barnamorð. Þetta var svo sendt kerfisbundið á alla mína miðla yfir ákveðið tímabil. Svo að fólk sem hringdi í mig, þetta var í 100-tali og endaði í 1000-tali og var augljóslega skipulagt. Ég lenti líka því að fólk réðist að mér á almenningsstöðum, það var ítrekka hrópa á mig út á götu og ég var króuð af í maturverslunum og sitthvað fleira. Veist, hvað var Hera að gera annað en bara, þú veist, hún hefur verið að taka þátt í Eurovision í 20 ár og þetta er bara Eurovision tónlistarmaður. Að vinna þessu virkli marga mánuði og þú veist, eina réttmæta krafan ef eitthvað er í tengslum við þetta, það hefur bara verið að krefjast þess að Ísrael tæki ekki þátt í Eurovision en einhvern veginn að krefjast þess að allir aðrir tæki ekki þátt er sko gjörsamlega galið. Þú meina, og þú veist, hún Hera segir í þessu viðtali og maður náttúrulega gera ráð fyrir því kannski að Ísrael myndi kannski draga sér út úr keppninni, sérstaklega ljósið þess að þeir eru að standa í þessu stríði og bara erfitt heima fyrir og svona, við getum ekki tekið þátt núna en það gerðist aldrei og síðan vaktið athygli þegar blásið það til sniðgöngutónleika í Háskólabíu og sama kvöld og Hera keppti fyrir Íslands hönd þarna úti og Guðni T.H. Jóhannesson af öllum mönnum hann ákvað að taka þátt í því og hann mætti og hlusta á tónleikana á meðan að Hera var að keppa fyrir Íslands hönd. Guðni sagði síðar að hann hefði verið handvissum að Hera kæmist áfram og þá myndi hann geta hort á hann á úrslitakvöldinu sko. Nei. Það var náttúrulega engar líkur á því að Hera myndi komast áfram og lagið var ekki það gott sko en gengi Íslands var ekki gott á undanúrslitakvöldinu, lagið hafnaði í neðsta sæti og komst ekki í úrslit. Þannig að þarna fór meira þess að Guðni T.H. Jóhannesson sá ágæti maður onni í svaðið að taka þátt í þessu ljóta ofbeldi í raun og veru. Því að ráðast gegn Heru Björk Þórhallsdóttur eins og hún heitir hefur ekkert með stríðið á Gaza að gera. Hún hefur ekkert með það að gera og hún er bara þáttakandi í sem sagt því sem hún hefur verið að vinna að alla sína ævi sko, alveg óháð því hvað gerist einhverstaðar, Ísrael er ekki einu svona í Evrópu það var alltaf skrítið að það ekki þátt í Eurovision. Já, Eurovision var ekki svona haldið þar, þetta var bara þeir einu að keppindunum, þetta er galið og sýnir einhvern veginn hvað þessi brjálæðinga her sko getur farið alveg langt fram úr sér og gerir það eiginlega oftast sko, það er bara Ertu búin að sjá hverju að fara að keppa fyrir það á næst Ísrael? Nei. Það er eitthvað sem lifði af úti tónleikana þegar Hamas sem var þar bara sterkur leikur kona sko, ung hún er að fara að vinna þetta held ég sko að ég hef gert þetta lag en bara það er og svo er einmitt hitt sko, það er svo ótrúlega falskt hjá þessu fólki sem að telur sig vera sko, það er alveg til fólk sko sem hefur bara einhvern veginn helgað lífi sínu núna, Íslendingar sem eru bara, það er bara Palestína og það er einhvern veginn ekkert þú getur ekki eins og fengið bara seriós og mótnana á eins að það sé einhvern veginn helgað Palestínu sko, það er bara allt lífið er helgað Palestínu og það fólk sko tekur aldrei mínúti að fordæma það sem að Hamas gerðu það. Það var nú bara eitthvað sem fagnaði í sjónvarpsviðtali fagnaði þessu, það var bara
það var bara, já, ég er ána með þetta sem að gerast, það var verið að myrða 1200 saklausa borgara, nauðga og skera gamalt fólk á háls og þú fagnar, já, það er bara maður fagnar því það er ekki danna, þetta er næst loksins eitthvað að gerast það er við að fara í fyrirsögn nummer 2, þar eru við með frétta nútímanum, þetta er nefnilega risafrétt sem að aðrir fjölmiðlar einhvern veginn skautuðu framjá, sögðu frá einhverjum íflugmynd, en þetta er Southport morðinginn sem að játar á sem morðin og tengst við Al-Qaida, munið eftir því. Það var á fyrstu viku Keir Starmers í embætti forsætisráðherra og brutust út óeirðir í Bretlandi. Og Keir Starmer brást við því að segja að óeirðirnar væru hvattar áfram af hægri öfgamönnum og nasistum og byggðar á lygi, fals upplýsingum og upplýsingaóreiðu og sem sagt að því að það var lögreglan vildi ekki gefa neitt upp morðingjan sem að drap 3 ungar stúlkur, man ekki hvort það voru 6 ára eða 9 ára. Það voru eitthvað starf þar á þeir einhver hryllingur, það voru einhverju Taylor Swift dansnámskeiði og kemur strákur þar og fyrir að stakka þess að 3 til bana og 11 önnur börn stórslösuðust, 2 fullorðnir líka og það er sem sagt það spyrst út að þarna hafi verið múslimi og innflytjandi og það verður allt vitlaust ekki bara því að það er einstakt tilfelli múslima og innflytjanda sem að stingur saklaus börn heldur að því að það er búið að safnast upp fréttir sem að undirstrika það að innflytjanda stefna Bretlands og fleiri Evrópuþjóða á undanförnum 20 árum sé gjörsamlega galin, opin landamæri þar sem að flæðir inn fólk frá öðrum menningarheimum, þetta get ekki gengið lengur og fólk fekk nóg og það streymdi út á götur að mótmæla og það var tekið hart á því. Það var sem sagt farið í það að fara heim til fólk sem að skrifaði eitthvað sem að gegn þessari innflytjandastefnu. Ef þú mótmæltir innflytjandastefninu á Facebook eða Twitter eða hvað þetta heitir, þá komið heimtíðin, þú veist handtekinn, settur í handját, farið með því í steinin, þú veist dæmdur og settur í grjótið. Á 1-2 dögum, sko. Já, og til þess að það væri hægt, þá var ákveðið að rýma fangelsinn og fullt af nauðgurum og morðingjum og glæpamönnum sleppt, sko, til þess að koma þessu brjálaða liði sem hafi skrifað á Facebook, inn í grjótið. Klikkun, maður. Og það var sagt að þetta væri bara allt falsfréttir. Þetta væri breskur strákur sem hefði fæðst í Wales og hann væri kristinn og þetta væri bara hauga lygi. Og þetta væri alls ekki hryðjuverk, þetta væri bara veikur strákur. Og þá væri mitt birt mynd á honum sem svona skólastrák, manstu eftir því? Ég hefði átt að finna hana, ég væri með hana að það. Já, þetta er myndin sem var birt á honum. Eins bresk mynd og tekin hefur verið á honum, bara í skólabúning og eitthvað svona, sko. Þetta er eldgömmul mynd. Já. Og myndin til hægri er sem sagt myndin sem var tekin á honum þegar hann var handtekinn, en þeir pössuðu svo að byrta hana alls ekki. Já, en þetta er ástæður sem hún er byrt, þetta er bara þannig svo British looking, skilur. Hann er bara í bresku skólabúning og bara tilbúin í, þú veist. En það sem kom fram í réttarhaldunum í þessari viku er sem sagt að hann játar á sig morðin sem var óvænt, því að hann hafi neitað að tjá sig hingað til og að sem sagt hann hafi var sem sagt með þjálfunarhandbók hryðjuverkasamtakana Al-Qaida í sinni vörslu. Þetta er sem sagt íslamisti, þetta er sem sagt öfgamúslimi sem að hafði verið kunnur breskum yfirvöldum. Lögreglurannsókn hefur leitt í ljós að Ruta Cabana var vel kunnur breskum yfirvöldum. Honum var gert að sæta forvarnar meðferð gegn hryðjuverkum árin 2019 til 2021 á meðan að hann var á aldrinum 13 til 14 ára. Sem var hluti af prevent áætluninni sem hefur það markmið að koma í veg fyrir öfgahyggju og hryðjuverk í Bretlandi. Þannig að og hann var dyggur stuðningsmaður Al-Qaida samtökana sem eru íslamsk öfgasamtök og einn þekktustu hryðjuverkasamtök heims. Þetta hefur vakið upp harða gagnrýni á yfirvöld núna í Bretlandi, en ég stók eftir að íslenski fjölmiðlar, þeir hafa bara verið duglegir einhvern veginn að halda áfram með þetta narratív að þarna í vísisfréttinni sem þið sjáðu þarna, þá er sem sagt þá er þessu uppteknum hætti haldið áfram og þar segir í fréttinni nákvæmlega stunguárásin í Southport þar sem árásarmaður réðst á stúlkur sem voru á Taylor Swift dansnámskeiði var kveikjan á óeirðum á Englandi og Norður Írlandi vegna lygasagna sem fóru á flug
að ódæðismæðurinn væri hælisleitandi sem hefði verið nýkominn til Bretlands með báti yfir Ermarsundi. Það er ekki issuðu hvort hann hefði verið nýkominn með báti yfir Ermarsundið til Bretlands eða hvort hann hefði verið hælisleitandi. Já, það er aukaatriði. Staðreyndin svo að foreldrar hans voru nýflutt til Bretlands sem hælisleitendur þegar hann fæddist. Jú, þannig að hann fæddist í Bretlandi. En það gerir hann ekki, það þýðir ekki, sko, hann er ekki innflytjandi, hann fæddist í Bretlandi. Nei, þú veist, þú ert fæddur hérna fyrir 20 ára síðan þegar foreldrarnir eru nýkominn frá Afríku. Það er engin enska töluð á heimilinu, þú veist, annars kynslóðar innflytjandi, en þetta, þú veist, auðvitað bara immigrant, skilur við. Þú sért hérna, og svo ertu komin í íslamska öfgahyggju, og ert með rísín eitur í meðförum og sem sagt handbók, hryðjuverkahandbók frá Al-Qaida og breski og ákveða bara, nei, heyrðu, við megum ekki segja að þetta hefur hryðjuverk, við verðum að kæla þetta, við megum ekki láta almenning heyra sannleikann. Og við sjáum mitt í umfjöldun Sky News hvað hann segir við tökum fyrst á Egil Helgason, taka hans tökum Sky News umfjöldunar fyrst, þarna. Hlustum á hvernig þarna er sem sagt, hver er þetta aftur sem er að tala? Það er the Prime Minister, þetta er Reform UK Deputy Leader, þetta er sem sagt þingmaður Reform flokksins sem að segja að þessi yfirhylming sé fyrir neðan allar hellur og við skulum heyra bara hvernig þetta fór fram í Sky News. The Prime Minister is continuing to deliberately mislead the British people to continue suiting his own narrative. And I'm afraid all of this nonsense that he couldn't say anything is simply untrue. And it's not true to say that the nature of terrorism has changed. In 2016, the murder of Joe Cox, Thomas Mayer was immediately declared an act of terrorism by one individual. 2017, the murder of Keith Palmer here in Westminster by Khalid Massoud, immediately declared an act of terror. August 18 car attack outside Westminster, immediately declared an act of terror by one individual. December 18, Murray Mohammed stabbing 3 people in Manchester Airport, an act of terror declared immediately by one individual. What's happened here is that the Prime Minister and the Home Secretary, as he admitted this morning, knew within hours what was going on. He will have known about the background of this individual. They've made the deliberate judgment to withhold information from the British people that they could have told the British people because Axel Ruda-Cabana was not charged until the 1st of August. So we could have been told, we should have been told about the prevent and the failings, and it should have been declared a terror incident within 24 hours. That is why the British people were so angry and are still raging about this. You say the phrase deliberately mislead. The question then is, from your perspective, if that is the case, and I'm sure Sir Keir would very much disagree with you, why? Because I'm afraid I think it's to do with political correctness. Hello. They were nervous about the fact, about the background of this individual and the failings of institutions multiple times. Prevent that we'd already been told after the London Bridge attacks, we'd already been told that Prevent was going to be reorganised and sorted out. We knew of its failings. Didn't happen. We hear that police, he'd been in touch with the police, he'd been in touch with court, youth justice service. Everybody was covering their backsides. They all had something to hide, and therefore it didn't suit them to disclose this information. Okay. This is a... Þetta allt rétt sem hann segir þessi maður. Hann bendir á að það hafi verið á undanförnum árum þar sem að einstaklingar hafi framið hryðjuverk og því hafi verið lýst yfir á stjórnvöldum leið og ódæði hefur verið átt sér stað. Þetta var hryðjuverk, act of terrorism eins og það er kallað. En í þessu tilfelli þá var þetta bara, nei, þetta var ekki hryðjuverk, þetta var bara einn einstaklingur sem að, veist, og það bara fer ekki saman við það sem þið vissu. Þau vissu að hann er búin að vera á terrorista vakt, þá búið að stikka hann á námskeið gegn öfgahyggju. Það finnst í fórum hans þessi tenging við Al-Qaida og allt þetta. Samt leyna þessum upplýsingum. Og blaðamaðurinn eða sjónvarpsmaðurinn hann á Sky var eitthvað, já, hann býttu, fyrst að þú ert að segja þessi að leyna, býttu, af hverju ætti hann að vera að leyna þessu? Jú, það er political correctness sem að við sjáum líka einmitt í pakistansku nauðgunargengjónum sem að var til þess að það mál var þaggað niður með skelfilegum afleiðingum. Þannig að fórnarlambar talan margfaldaðist yfir langra
langt tímabil yfir mörg ár. Þetta þessi hryllingur sem er að gerast og við sjáum með mitt Egil Helgason, hann einn þeirra sem að, þú veist, kyndir undir þessa vitleysu, verður bara að segja alveg svo þér. Það Egil Helga alveg örugglega, hann sakar The Telegraph fyrir að vera íhaldsblað sem að dreifir sko falsfréttum. Íhaldsblaðið Daily Telegraph fjallar lyga áróður í rússneskum miðlum sem hleypti af stað óeirðum í Bretlandi því að beinlínis logið að múslimi og ólöglegur innflytjandi hefði framið morðin í Southport. Þessi maður ekki til. En þetta kokleiftu menn eins og Tommy Robinson, Andrew Tate og Nigel Farage og allt fór í bál og brand. Kannski vildi liðið líka trúa þessu. Það tjekkaði allt sent ekki á staðrindum og falsfréttir eru orðnar að gríðalegu vandamál í okkar samtíma. Þú veist, hann skrifaði þetta í ágúst 2024. Hversu vel eldist þetta tíst? Það eldist ekki vel. Þetta náttúrulega, og svo eru einhverju hottintottar eins og Viðar Þorstinsson sem, já þetta þetta hrikalegt. En það ekki trúlegt að án þessara falsfrétta hefði þessar óeirðir ekki gerst. Rússar bjuggu ekki til öfgahægri Englands. Já, þetta alveg styrlað sko. Og því að sko, og bara það blaðamaður eða fréttamaður RÚV sagði í fréttsinni sko að morðinginn væri frá Rúanda sem að foreldrar hans voru frá. Ég sagði að foreldrar hans voru nýflutt til Bretlands þegar hann fæddist í Wales, skilur en þá segir einn það, já, RÚV virðist alltaf að taka þátt í þessum ömurleika. Arnar Björnsson hóf fréttatíman í kvöld með því að undirstrika að barnamorðinginn í Southport væri frá Rúanda, upprópunamerki. Á hvaða vegferð RÚV eiginlega? Þú veist, RÚV var að segja sluta á sannleikanum, sko. Og á hvað þessi gaur eitthvað... Þú sér hvað fólk einhvern veginn skatta, sko. Bara ruglað maður. Alveg gjörsamlega ruglað, sko. En þetta hryllingur, þú veist, þetta kemur fyrir aftur og aftur og aftur. Að það kom upp ömurlega fréttir af skipbroti þessarar fjölmenningarstefnu og það þaggað niður af yfirvöldum og fjölmiðlar taka þátt. Fólk sem að reynir að segja eitthvað kallað hægri öfgamenn og nasistar. Það er engin furða að fólk sé hægt að treysta fjölmiðlum. Þú veist, það eitthvað skrítið að fólk trúi ekki lengur þessum hefðbundnu fjölmiðlum. Það bara, þið sjáu þetta bara kristalskýrt. Fyrirsættum með 3, við viljum að kíkja þar á vísi.is, náðaði fólk sem beitti lögregluþjóna ofbeldi, hann ógeðslegur og þarna verið að tala janúar 6 fólkið og ég sjáu að skrifborðið í Oval Office var ég sá að það var einn sem skrifaði This desk hasn't seen this much action since Bill Clinton. Hann var að taka hann að málningu Lewinsky á borðinu. Svo sá ég líka að hann svolítið appísringulur hérna. Já, hann var ekki... Þeir gera þetta viljandi. Já, það. Þeir eiga við myndinar og gera hann meira appísringulur. Já, það kemur ekki á óvart. Pældi í því, sko. Það kemur ekki á óvart. Það er bara standardprakt. Já, bara látum hann vera meira orange. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, náðaði alla sem hafa verið dæmdir eða felldi niður mál gegn þeim sem hafa verið ákærðir vegna árásanna á þinghús Bandaríkjanna þann 7. janúar 2021. Þar á meðal eru menn sem dæmdir voru fyrir að ráðast á lögregluþjóna og meðlimir Proud Boys og Oath Keepers hópana svokölluðu sem voru meðal annars dæmdir fyrir uppreisnar áróður. Það er eitt sem hefur verið í fjölmiðlum undanfarin ári með þetta Proud Boys séu sko white supremacist hægri öfgamenn. Það reyndist reyndar fjölmiðlunum mjög erfitt þegar sko formaður eða forsprakki Proud Boys reyndist vera dökkur á hörund. Black white supremacist. og það ef þið kynnið ykkur sögu Proud Boys og þá það Gavin McInnes sem að stofna þetta á sínum tíma og þetta var sem sagt, þeir kölluðu sig sko western chauvinist sko karlar sem að heiðruðu svona vestræn fjölskyldugildi og voru eiginlega sko mest stofnaði til þess að standa vörð þegar að Antifa ofbeldissekkir voru að ráðast gegn til dæmis, þú veist, þessum að voru að flytja fyrirlestra á háskólakampusum og svona. Þá voru Antifa orðin algjör pláa þar og Proud Boys voru stofnaðir fyrir svona gauðir sem ég ætla bara að koma þarna og passa það að þetta Antifa-lið get ekki eyðilagt meira þarna.
mjög flott og það sem að síðan gerðist þarna 7. janúar hefur alveg verið sko rannsakað og leitt í ljós að þar í mannþvögunni voru FBI agentar inn á milli sem voru að æsa lið upp og reyna að gera þessi mótmæli sem mestum óerðum og mögulegt var. Síðan voru hliðin opnuð og hurðarnar opnaðar og fólk fór inn í þinghúsið. Það var enginn þar sem var með eitthvað áætlanir að ætla að ræna völdum í Bandaríkjum. Og það var enginn raun og veru sem slasaðist þarna en einu viti nema var kona sem var sem sagt, í mótmælandahópnum sem var drepin af lögreglunni. En þetta fólk var allt sko meira og minna dæmt í margra áratuga fangelsisdóma, 20-30 ár. Og þarna vísir sem sagt að tala um ofbeldi gegn lögreglu. En málið að þú veist, það var vissulega einhverjir ólátaseggir þarna sem að líka fengu heldur ekki algjört pardon, heldur fengu sem sagt dóminn sinn styttan. Það voru einhverjir sem að slóu til lögreglumanna og svo framvegis. En það ofbeldi gegn lögreglu þarna í raun og veru alls ekki, það ekkert meira ofbeldi þarna heldur en var bara gegn lögreglunni á Íslandi í búsáhaldabyltingunni. Þú veist, þá voru lögreglumenn með skildi að verjast sko ágangi brjálaðara mótmælenda sem að talað hefur verið í seinni tíð sem að voru bara réttmætt mótmæli og réttmætt reiði sem að hafi brotist þarna út. Það líka búið að reyna að stóða myndi það að það niðurstaða kosningana þarna 2020, það kannski ekki verið eins og mann séð og það ekkert skrítið að fólk hafi allavega verið með grunnsemdir og farið til þess að mótmæla. Síðan sem sagt dómarnir sem þið fá þetta náttúrulega sko, þetta pólitískt mál að því leyti að það átt að nota þetta til að tryggja það að Donald Trump geti aldrei komist aftur til Washington. Já. Það þú veist, name of the game sko. Það átt að reyna að klína því á hann að hann hefði skipulagt valdaránstilraun og sem þetta var alls ekki. Þetta voru í verstafalli, það voru þetta mótmæli sem fór úr böndunum og í mótmælum sem fara úr böndunum, rétt eins og í búsáhaldabyltingunni á Íslandi, þá dæmum við ekki mótmælenda líðin til margra áratuga fangelsisvistar. Voru ekki einhverjir dæmdir þá fyrir að ráðast inn í Alþingi? Það var nýmenningarnir sem að, ég man ekki alveg, voru þeir ekki, þeir voru, málið var, þeir voru dregnir fyrir dóm en fengu síðan á endanum bara dóm fyrir eitthvað eitt svona lítið atriði. Ákæruliðirnir voru margir og þeir fengu ákæru dæmda á sig sko ykkur svona litlu atriði sem að skipti einhver máli eða bara einhvern veginn til þess að réttlæta það að þau hefur verið dregin fyrir dóm. Það var ekki gott mál. En lið sem fagnaði því að þetta lið var dæmt var algjörlega að berjast fyrir að það liðið ekki dæmt, skilur þú veist, eftir í hvað nafni þú gerir þetta, í hvaða, þú veist, hugmyndafræði. Nákvæmlega, allir þeir sem studdur nýmenningana í búsáhaldabyltingunni, þeir hafa, eins og þú segir, þeir hafa verið sko hávarestir í því að þetta dæma janúar 6 liðið algjörlega bara í lífi. Bara af lífi bara leikur við, sko. Og við sjáum þetta vídeo til dæmis, sko, að þarna verið að segja frá hræðilegu atviki. This disturbing video has always stuck with me. Albuquerque, head of Kingsport TN, was sentenced to 90 months in prison for using a stolen riot shield to attack police officer. Hann notaði þess að stólin skjöld þarna til þess að ráðast á lögreglumenn. Sjáðu, stækkaðu þetta og ítt og play. Þú sér það. Þetta hræðilegt ofbeldi sem hann að fremja hérna gegn lögreglumennum. Skilur þú? Ef þú varst í einhverjum vafa að lögreglumennin hafi verið beittur ofbeldi, þá sérðu hvað í gangi þarna. Wow. Þetta nákvæmlega sama og var að gerast í búsáhaldabyltingunni. Fólk var bara brjálað. Já. Og þó einhver einn hafi náð lögregluskildi og nota hann til að ýta á lögregluna, þetta disturbing, þetta hræðilegt ofbeldi. Þessi maður á að fara í lífstíð af fangelsi. Segðu hvað að tala um? Já. Þannig að hvað heldur þessi mörg prósent að þessu lið FBI agents? Já, það allavega 20%. Það nóg, þú veist. Og þetta ekki valdaránstilraun, sko. Það ekki þannig. En hann náði líka
það áhugavert sko, það hérna strákur sem orðin maður núna, en hann búin að vera 11 ár í fangelsi Já, sem að hannaði, eða sett upp Silk Road sem að sem sagt svona dark web síða. Þar voru seld fíkniefni og eitthvað jafnvel mannsal eða hryðjuverkahópar sem að notuðu þetta og svona en hann sem að hannaði síðuna var náttúrulega ekki í neinni slíkri starfsemi sjálfur. Nei. Hann hannaði bara vettvang þar sem fólk geti undir dulkóðun haft viðskipti með hvað sem þú veist, frjálst við stóra bróður, þú veist, og og þetta svona, þú veist, þessi upplýsingabylting sko, frelsisbylting eins og í Bitcoin og annað sko sem að, þú veist, vill frelsa okkur undan oki stóra bróður sem fylgist með öllu. Það er það sem þessi strákur var að gera, Silk Road. Hann var dæmdur í lífstíðarfangelsi eða þrefalt lífstíðarfangelsi eða eitthvað álíka. Það bara átti aldrei að komast út. Og Donald Trump lofaði móður þessa stráks að hann myndi ná hann ef hann yrði kjörinn og hann gerði það og það er alveg rétt hjá hann. Þetta er 11 ára fangelsi til dæmis bara. Það er meira en nóg. Það er meira en nóg. Ef þetta var eitthvað glæpur þá er 11 ára fangelsi meira en nóg. En hann reiknaði með að muna aldrei sjá sko glaðan dag eða sólarljós aftur og vegna Donald Trump, ekki Biden eða Barack Obama, en þetta er Donald Trump sem að, þú veist, fer þarna rétta leið til þess að náða þennan dreng. Herru, svo ætlum við að fara til Íslands, fyrirstæðum með 4, ætla ekki að skila peningnum, þetta er leiðilegt hvernig moggin alltaf með þetta vídeo efst, þannig að eittu bara að playa á vídeónu, við skulum hlusta á, þetta er fréttum Ingu Sæland vinkon okkar, sem er hún er í bölvuðum vandræðum og flokkur fólksins reyndar allur. Við stöndum hér fyrir utan þar sem að ríkisstjórn Íslands fundar og við ætlum að reyna að ná tali af Ingu Sæland að fundi loknum. Morgunblaðið sagði frá því í dag að flokkur fólksins hefur ekki uppfyllt lagaskilyrði úthlutun ríkisstyrkja og fengið úthluta þó frá árinu 2022 alls 240 milljónum og til stendur að úthluta enn meiru í þessari viku. Við ætlum að heyra frá Ingu Sæland hverju sætir að flokkurinn hafi ekki verið skráður sem stjórnmálasamtök hjá skattinum, líkt og lög gera ráð fyrir ef að þeir ætla að þiggja opinbert fé. Og jafnvel reyna að komast að því hvað verður þessa peninga nú þegar þeir fá ofgreitt frá hinu opinbera þar sem þeir uppfylla ekki þessi skilyrði. Nú hefur komið í ljós að flokkur fólksins er ekki skráður á stjórnmálasamtakaskrá hjá skattinum. Hverju sætir það? Það var breyting á löggjöfinni 2022 og síðan höfum við ekki haldið landsfund. Við vorum meðan á dagskrá hjá okkur í nóvember síðastliðnum en það gerðist dulítið sem allir vita og við þurftum að fresta þeim fundi sem verður haldið núna í febrúar. Þetta er bara formgalli, lítill, mjög lítill og verður ekkert vandamál fyrir okkur að laga hann. En það er komið aldrei mörg ár síðan að þið heldur síðast landsfund. Hvers vegna hefur dregist svona mikið að halda fundin? Er ekki komið á 7. ár síðan hann var síðast haldinn? Við vorum nú 2019 með fund en svo gerðist líka annað duldi sem hét COVID og við vorum nú sérstaklega að ganga fram í því að reyna að koma í veg fyrir að dreifa smitt. Hún fer hérna át í það að þetta var bara formskalli og hún ætlar ekki að skila peningunum, búin að fá 240 milljónir greiddar á meðan að hún hefur ekki verið skráð, flokkur fólksins hefur ekki verið skráð sem stjórnmálasamtök og við þekkjum það vissulega, fyrstu fréttir af þessu þá hugsaði ég mitt bara, þetta er bara smá handvömm hérna í skráningu, lögum þetta bara nákvæmlega. En svona því meira sem að skoða þetta og það eru menn sem benda á að það er þetta bara mjög svona klift og skorið svart og hvítt sko, ef þú uppfyllir ekki skilyrði til þess að fá greidda einhverja greiðslur frá ríkinu eins og öryrkjar eða aldraðir eða þeir sem eru á atvinnuleysisbótum, eða er eitthvað svona einhver formskalli á skráningunniðinni, þá þarftu undantækningalaust 100% tilfella án allrar miskunnar að greiða peningin tilbaka. Það er alltaf þannig. Já. Og það er líka út af fyrir sig erfitt einhvern veginn að hafa verið með stjórnmálaflokkin vitlaust skráðan allan þennan tíma. Það eru öðruvísi skyldur sem að stjórnmálaflokkar hafa en frjálsfélagasamtök almennt og svona upplýsingaskyldur og svo framvegis og það þetta er að mér er allavega sagt að þetta getur orðið meira vandamál fyrir Ingu Sæland heldur en bara eitthvað svona, já við reddum þessu bara í febrúar sko.
og það hefur reyndar aldrei gerst að ríkisstjórn hafi sprungið áður en þing kemur saman, en það er svona margt sem bendir til þess að þetta sé að renna í eitthvað óefni. Ég er ennþá opið fyrir sparnaðar tillögunar. Ég veit það ekki. Ég er með eina sparnaðar tillögu. Já. Ekki borga flokki fólksins pening af því það er lögbrot. Nákvæmlega. en það hefur ekkert heyrst sko í stöllum hennar Þorgerði Katrínu eða Kristrúnu Frosta varandi þessi mál. Þetta er greinilega pínlegt og erfitt að ná í þær til þess að fá það til þess að tjá sig um þetta. Hún þarf að skýta ansi mikið meira upp á bak til að það er droppinni sko. Já, það er ekki komið þangað ennþá en þetta er allt búið að vera mjög erfitt fyrir flokk fólksins. Það er líka eins og við tölum í síðasta þetta mörg loforð flokksins hafa verið brotin nú þegar. Það er bara falsfréttir, Frosti. Já. Bara verið að gera ráð fyrir að fólk sé fíbl sko. Já, einmitt. Það sem hún Inga sagði það og menn tala sem gaslýsingar eitthvað, en hvað er? Það er til dæmis, það er maðurinn sem að barðist hvað hatramast gegn bókun 35, formaður orkunar okkar, hann sest í ráðherrastól og hann er allt í norðan hlindur bókun 35. Hann barðist líka gegn borgarlínunni og fyrsta embættisverk hans var að fara að taka fyrstu skóflustunguna og tala um hvað borgarlínan væri æðisleg. Og hann var búin að tala sérstaklega þessa brú sem að hún væri sko algjör tilgangsleysa, þetta væri bara fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur og bara myndi ekki gera neitt fyrir umferðarflæði borgarinnar og svo framvegis. En leiðan hann sestir í stólinn, hann var mættur í skóflustunguna og þetta var bara einhver mesta samgöngubót sem að Ísland hafði nokkuð tíman séð. Svo er það hann að lágmarkstekjunar. Lágmarkstekjunar sem að hún Inga Sæland lofaði sem væri algjört skilyrði og hún hefði ekkert erindi í ráðherrastól ef hún ekki fengi það fram. Það var blásið á strax í stjórnarmyndunar viðræðunum. Evrópusambandið, þær eru komnar strax til Brussel að semja við Evrópusambandið sem að koma aldrei til greina hjá Ingu Sæland. Þannig að það er einhvern veginn, það er að molna hratt undan. Hvað af málefnum flokk fólksins eru þið að fara að gera? Strandveiðar, 48 dagar strandveiðar. Já, mann nú heyrt ýmsar, það er ekkert eitthvað bara gett jákvætt sko, frá strandveiðumönnum sko. Einmitt, og svo skildist mér að það eru 48 dagar strandveiðar en það er Það var að vera lengja tímabili sem mátt nýta og það er ekki eitthvað svoleiðis. Jú, en það klárast sko, það er reiknað með 48 dögum en kvótinn klárast alltaf fyrir þann tíma þannig að ef hún ætlar að segja það verða 48 dagar no matter what sko, þá þýður hún þarf að auka kvótan algjörlega, hlutfallslega við dagana sem hún bæti við, það er alveg 100 lágmark sko. Og það er þá alveg eftir að sjá hvernig í ósköpunum hún ætlar að fara því. Ég taka fram, ég er big strandveiðifan sko. Já, ég líka. Ég er alveg 100% hlindur fleiri dögum í strandveiðar. En það þarf einhvern veginn, þú þarfst að færa til kvóta og þá þarfst að taka hann af einhverjum öðrum og þannig að þetta er svona, virðist þér enn eitt lofórðið sem ekki er hægt að uppfylla og hefði mátt segja þessi fyrirfram einhvern veginn og þú gætir ekki lofa því, þú veist. Hún alveg náði mér sko, ég held að þetta væri svo mikil manneskja sem myndi ekki gefa neitt eftir sko. Það héldu það margir. Já. En og ég tek ennþá fram, ég ber einhverja svona, ég ber virðingu fyrir sko baráttu þreki Ingu Sæland. Hún er, en sko baráttu þreki hefur greinlega ekki verið mikið þetta við samningaborðið við Kristrúnu og Þorgerði. Það er alveg ná að heilla nefnum skónum bara með. Hún er bara, svo bráðið smjör í eða feittur rjómi á vöflurnar sem að voru að sneiða sér á þarna í stjórnarmyndunar viðræðanum. Já, ég hef samt sko með þessa stjórn, ég hef ennþá alveg svakalega trú á henni Kristrúnu. Ég veit ekki hvað það er bara eitthvað við hana. Bara, please, bara ekki vókið þig. Já. Skilurðu? Og hún hefur ekkert verið að því, þannig sko, en það er alltaf miklu erfiðar að vera með völdin heldur en að standa fyrir utan og gagnrýna. Já, þannig. Þá eftir að sjá hvernig þeim festi þetta allt saman úr hendi. Hún var að minna mig á það, kona mín, að fyrir sko 3 árum þá vorum við að labba með strákinn í leikskóla og við mættum henni, Kristrúnu Frostadóttir. Já. Og ég sagði við, herri svo þessa, hún voru næsti forsætisráðherra Íslands. Já, mitt. Ég spáði þessu það bara. Já, þú varst ekki einn að spáð því sko. Nei, hún bara
Hún hefur bara, það kom í ljós fyrir löngu síðan. Já. Hún væri með einhvern X-faktor leiðtoga hæfileika og ég hef sagt það alveg frá því að þessi stjórn var mynduð. Þetta er ekki mín óskastjórn en ég styð hana heilsugar og vona að þeim gangi vel. Já, klárlega. Bara þeir ná að rétt úr kútnum og gera eitthvað sem sparnaðar, þú veist, það er bara geðveikt. En ég er ekkert samt allt of trúaður sko, að þetta muni ganga vel, en ég vona að það gangi vel að sjálfsögðu. Og Kristrún er alveg þrælklár, skemmtileg, mikil framtíðar manneskja í íslenskri pólitík. Hún er komin rosalega langt og hún sé búin að vera stutt og en þetta, það er einhver vandræði uppsiglingu þarna og eitthvað segir mér að kosningar eftir ár. Já, kosningar eftir ár er jafnvel fyrr sko. Þannig að þetta geti orðið erfitt. Herðu, en næst ætlum við að fara í skemmtilegt mál eða þannig. Vísi.is sagði frá því að Sindri Sigríðarsson, hver annar, væri nú grunaður fjárdrátt og þið munið eftir þessum, hann fór mikinn yfir nokkra ára tímabil. Þá var hann daglegur gestur og síðan fjölmiðlana úthúða fólki, hægri vinstri, mikill siðapostuli. Var dreginn fyrir dóm á endanum fyrir viðbjóðslegu ummæli sem hann hafði Ingo Viðuguð. Hann kallaði hann barnanýðing og ég veit ekki hvað og stóð síðan alveg keikur bara, enda var hann með Halla í hjólastólnum fyrir aftan sig sem var búin að lofa bara ekkert mál, ég borga fyrir alla sem að allt sem þú segir, ég borga fyrir það. Já, bara drullið endilega yfir Ingo Viðuguð, ég tek upp veskið og ég borga. Þannig að Sindri var rosa brattur og mikið töffari þó að hann hafi nú ekkert til að bera svona til þess að líkast vera einhver töffari langt því frá sko. En hann bara tvíeldist og reif kjaft alveg hægri vinstri. Ég mitt sá ég var mér var bent á að renna hans yfir Facebookið hans og það var bara hver statusum eftir öðrum sem að hérna er hann að gaggrina á náttúrulega þegar Edda Falag var allt í orðin sko hvalavinur mikill, manstu því? Já, akkurat. Þá stökk Sindri á þann vakt líka sko og skrifaði hann þá sjaldan að ég slægi mig með meistaragráðinu minni í fjármálum og reikningshaldi. Bilt tilfinningarök eins og dýravelferð og álíta annara land á Íslandi virðist engu máli skipta. Tölum þá tungumál sem fjármálráðar ætti að skilja. Allt þetta heila málir er raun sára einfalt. Ríki getur ráðið endurskoðana fyrirtæki til að reikna út þjóðhagslegan ábataði að tapa af hvalveiðum. Og þetta er nú, þarna var hann nú ekkert sko sérstaklega sko orðljótur eins og hann er venjulega, en hann var að skrifa eigandan á B5 sko. Öllu gamni sleftu, pæli í hvað þetta er sorglegt. Fullorðinn maður var uppvísað því að elta og árita konur sem unnu sér það eitt í saka að vera mótallan kynferðisofbeldi en nú að reka skemmtistað. Og þannig að tala um að Sverrir þessi sem átti B5, hann lenti einhverju orðaskaki við öfga stelpunar og sendi einhver skilaboð eitthvað bara, og þá fór þessi Sindri Sigríðarsson að uppnefna hann og segja hann sé að áreita konur sem vinni ekki að kynferðisofbeldi. Og stað þar sem að fólk er iðulega undir áhrifum. Ímyndum okkur að kona væri fyrir ofbeldið hana. Mynduðu treysta eigandum staðarins til að koma henni til varnar? Mynduðu treysta framburi stjórnandans ef til þess kæmi? Hvert ætli ofbeldismenn fara á djammið ef ekki á stað þar sem að þeir telja sig öruga meðal sinna eigin? Og hann skrifaði meira Sverri. Þegar að Sverrir fór í mál við hann sko. Og hann segir næst má þessi aumingi og rævill viðurkenna að hann skulda mér 1,2 miljón pluss áfatning kostnað. Það er auðvitað ekkert minna en tragikomika svona broke ass bitch getið þóst verið einhver business kall. Þetta er í ágúst 2023 á meðan að Sindri Þór Sigríðarsson var að stela peningum frá listamönnum. Af listamönnum, já. Og af listamönnum og Reykjavíkurborg sem var að styðja hann var sem framkvæmdastjóri Tjarnabíós. Það kom fram í fréttum í gær að leikhússtjórinn sem tók þar við ekki fyrir löngu síðan, hann Snæbjörn Brynjarsson, hann fór að rýna eitthvað í bókhaldið og sá skrýtna reikninga, fór síðan að kafa betur ofan í þetta með lögmönnum og endurskoðendum og það kom í ljós
að lágmarki 13 milljón króna fjárdráttur Sindra Sigríðarssonar og, og hann bætti líka við og einbeittur ásetningur. Þetta ekki einhver miskilningur og óvart eitthvað millifært fyrir þarna eitthvað svo. Það einbeittur ásetningur, sem sagt þjófur. Þjófur sem að hefur í langan tíma ekki gert neitt annað en að messa yfir öðru fólki. Það einhvern veginn, það eitthvað svona dæmigert fyrir þetta heila lið sem að lætur hæst og situr í dómarasæti yfir öðrum. Að það virðist einhvern veginn haldast alveg í hendur að það sé einhver siðferðisbrestur þar að baki, ljótar beinagrindur í skápnum og ef ekki bara þjófnaðir kynferðisbrot og viðbjóður. Sko. Það er bara mjög algengt að því virðist vera. Og það var sláandi að sjá fréttirnar í gær, þess að ég segi, fyrst þegar ég sá fyrirsöndunni, ég segi, þetta geti verið annað eitthvað, þú veist, eitthvað óvart, millifært eitthvað svona. Nei, við erum að tala bara glæpamann. Við erum að tala þjóf sem var að stela frá listamanna vinum sínum, þú veist, sem átti að heita vinur hans og hann var að stela frá Reykjavíkurborg og hann er sem sagt, ég að segja þetta á þess að það sé búið að gefa út ákæru en leikurstjórinn, hann staðfesti þetta í mörgum viðtölum í gær, það bara því miður þá get ég staðfest það að hann er grunaður fjárdrátt og það verður lögðin kæra, sem sagt núna í morgun, þennan föstudagsmorgun verður lögð kæra fram hjá lögreglu og og það verður ekkert heyrst í stuðningsmönnum Sindra en Borgar Halli þetta ekki bara? Það spurning hvort að Halli í hjólastólnum hlaupi Gundi Bagga, hann hefur rettað honum áður og borgi bara þennan fjárdrátt og þetta siðferðis fyllir í sukk sem að Sindri Sigríðarsson hefur skellt í sér á. Fyndið einmitt magnað sko, þetta lið sem er með breytir föðurnafninu í Sigríðarsson. Það er oft einmitt sko eitthvað skrítið þar að baki og ég veit ekki hvort að Sigríður gamla móður hans sé sérlega stolt að því að hann beri nafni Sigríðarsson á þessum degi en eflust verður hann alltaf litla krútið hennar. Hann á þetta samt alveg skilja þess að 13 miljónir bara fyrir að standa í þessari baráttu. Hún er ekkert frí þessi barátta. Nei, það hefur margsinnis komið fram hjá öfgum og þeim að það er ekkert ókeypis að standa í baráttu gegn kynferðisofbeldi á hverjum degi. Þú veist, hann alveg svona, hann gaf sig út fyrir að vera baráttumaður. Hann kom margsinnis fram og skrifaði, renni yfir Facebooki hans. Það er svakalegt að sjá hvað upphafningin á sjálfum sér og hvað hann er að gera ótrúlegt starf fyrir konur í þessu þjóðfélagi, þú veist, alveg berja sér á brjóst, sko. Þetta er hetja. Þetta er sannkölluð hetja. Hetja sem við engin baðum. Og hann var að gera þetta fyrir fórnalömb Ingós Veðugus, sagði hann einhvers staðar. Staðreyndin er svo að það var aldrei neitt fórnalamb Ingós Veðugus. Það steig enginn fram sem fórnalamb Ingós Veðugus. Þetta voru viðbjóðslegar kjaftasögur sem að Sindri magnaði upp með því að gefa enn betur í og lýsa því síðan yfir þegar að hann var að láta hann axla ábyrgð á orðum sínum og þá lýst hann því bara yfir að þetta væri bara allt saman eitthvað skítmix hjá Ingo og dómstólum og hann ætti bara að skamma sín og hann stendur alveg keikuru sitt þrátt hann að vera dæmdur fyrir það. Þannig að þetta er leksía fyrir okkur hinn. Það er einmitt sko að við sjáum alltaf, ég var einmitt sko Huginn Þór var með smá færslu þetta líka. Taktu mig út af skjánum þess að ég ætla að sjá hvað Huginn skrifar hann segir, þessi maður nýtti fólk, mig meðtalinn, reyndi að eyðileggja fyrir mér starfsmöguleika og fleira, var svo dæmdur fyrir slíkt tengt Ingo Veðuguð. Svona fólk á oft eitthvað mikið bátt sjálft. Þá fólk sem var dæmt fyrir meiðyrði gegn mér átti bersýnilega við mikil vandkvæði að stríða, en almenningur átta sig oft ekki á því að þetta er fólk sem að gengur hreinlega ekki heilt í skógar. Almenningur lætur jafnvel svona illkvitti fólk hafa mótandi áhrif á skoðinu sínar og mynda sér neikvæða sín á viðkomandi aðila sem þola netnýð slíkra veikra einstaklinga. Þetta er mjög sterkur punktur hjá honum Huginn. Nú er þessi Sindri látin fara, grunaður fjárdrátt frá Tjarnarbíói og þessi orð hans þar sem hann segir sko, almenningur lætur jafnvel svona illkvitti fólk hafa mótandi áhrif á sínar skoðanir
og myndar sér neikvæða sín á viðkomandi aðila sem þóla netni slíkra veikra einstaklinga. Þetta er mjög gott. Þetta er rosalega mikil leksía í þessu. Það maður mikilvægt að... Ég las á netinu, hann bara ofbeldismadur. Já. Hann er bara ógeðslegur ofbeldismadur. Sindri Sigríðarsson sagði það. Já. Hann er rosa baráttumaður. Já, hann er baráttumaður sem er bara góður í gegn. Allt sem hann segir er gott og rétt. Þetta er nákvæmlega sama tilfelli með Eddu Falak sem var að svindla kúa og pretta og hún er líka í málaferlum, eða það er málaferli gegn henni fyrir þjófnaði. Og við höfum fjallað til dæmis þegar hún sveik var með landssöfnun Edda Falak áfrýjar sem var söfnun á Karolínafönd. Þetta heita Edda Falak fer til Ítalíu Safnaði 2,5 milljón og stakk þeim öllum í vasan. Það var ekki króna notuð af því að málinu var ekki áfrýjað. Þetta er kostulegt líðalag, algjörlega kostulegt. En það sem að ég vona að fólk dragi eitthvað lærdóm af þessu, það er að segja almenningur sem að fylgjast með fréttum, að stökku ekki bara alltaf á þessar réttlætis og fylgja sér á bakvið ofbeldisfulla réttlætisrittara sem að fá kikk út úr því og að upphefja sjálfa sig með því að níða aðra niður. Það er ömurlegt einhvern veginn. En 13 milljónir það er alveg fínn peningur Hvað er þetta yfir mörg ár? Þetta er bara yfir 2 ár held ég. Í alvörunni, er þetta mikið? Það er heldur mikið. Ég veit að það er ekkert mikill peningur að koma hann inn. Þetta er eitthvað svo hvernig ég held að það myndi ekki komast upp. Þetta er alveg hreint ótrúlegt Sker hann bara raging coke addict, það getur verið Já. Þetta er eitthvað svona hljóð, þetta er svo mikið á svo stuttum tíma fyrir ekki eitthvað risa fyrirtæki að þú ert bara hlýtur að vera með eitthvað í gangi Það segir forsvarsmenn leikhússins hafa árabil vakið athygli á báðri stöðu þess Sindri Þór Sigríðarsson framkvæmdastjóri grunaður fjárdrátt það kemur ekki fram á hvaða tímabilið þetta er. En það var ítalegt viðtal við Snæbjörn Brynjarsson á vísi.is í gær sem að ég mæli einnig með, það sem hann saði með þetta að það væri augljóslega innbeittur brotavilji. Þetta er bara þjófnaður. Snæbjörn tók við sem leikhússtjóri í október síðastliðnum og ræða þetta er síðan þetta er í lok 2021 þegar Sindri fær aðgang að sjóðum Tjarnarbíós. Þetta er 22, 23 og 24, þetta er 3 ár. 3 ár, 13 milljónir á 3 árum. Þetta er þetta er alveg styrluð upp. 2, 3, 4, 5, 6 deilt með 36. Það er mjög innbeittur brotavilji. Þetta er 360 skall á mánuði. Já, hann er að þykja laun frá Tjarnarbíó og draga að sér 360 skall á mánuði eða þú veist eitthvað það, að meðaltali og Jesus maður þetta er magnað og á sama tíma á meðan hann er að stela þá er hann á fulla á netinu að níða annað fólk níða skóin af saklausu fólki eins og Ingo Veðuguð sem er þetta ekki bara alveg dæmigert fólk er alveg Þetta kom hann ekki mikið óvart skulum orða það Þetta er alveg og þú veist og maður sá nú á meðan á þessu stóð þegar hann var að níða skóin af fólki þetta var eitthvað svona grei sem að vildi gangi augun á kvenþjóðinni og hann einn af þessum strákum sem vildi komast ofan í buxurnar á feministunum sem að hefur örugglega ekkert gengið neitt rosalega vel hjá honum samt sem áður en að hann skildi hafa verið líka svona óheiðalegur það er algjört met það er algjört met frábært, við ætlum að halda áfram og skellum okkur þá næst í næsta dagskrárlið sem er sprengja dagsins Já, sprengja dagsins er auðvitað innkoma Donald Trump í embætti forseta Bandaríkjanna í þessari viku. Það er búið að vera stórkostlegt að fylgjast með libtörnum
hvítum forréttindakonum sérstaklega sem að hárreita sig einhvern veginn og láta eins og heimsendir sé skollin á. Hér sjáum við eina slíka. Þetta hérna tekið af x.com. Við skulum heyra eins hvað þessi hefur að segja. Hey guys, everything feels really out of control and scary, and I'm really anxious. Elon Musk, did a Nazi salute for some reason. That's so scary. And, Donald Trump's the president, and that's so scary. And, he basically admitted to voter fraud, but we're all just kind of glossing over that. Also, if you look up, this is random, if you look up right now, in the search bar on TikTok, the Taylor Swift song, The Smallest Man Who Ever Lived, it's all, for me at least, I'll tell you, it's all, replaced with woman, ? What is about to happen? I have, such, impending doom and fear, and, what is about to happen? Já, ok, það er áfallastreituröskun, það er kvíðasprengja sem að hefur skollið á hvítum konum sem að telja núna forréttindum sínum séu ógnað, svo við tölum bara, notum þeirra tungumál og það eru spádómar að þriðja ríkið sé tekið yfir og Donald Trump er náttúrulega búið að segja þessu fólki núna í nokkur ára, hann sé bara nasisti, hann sé Hitler endurfæddur og núna hefur verið að reyna að segja fólki að Elon Musk sé það líka og þannig að það er ekkert skrítið að þetta forréttinda fólk sé á nálum núna í einhverju taugastríði. Gósen tíð hjá sálfræðingum núna og þerapistum í Bandaríkjunum. Wow. Já. En málið er sko að þegar allt kemur til alls, sko, við takja eftir því að þrátt fyrir að svona þessir helstu kommentátorar í bandarískum fjölmiðlum, þú veist, Rachel Maddow og eitthvað svona lið eru auðvitað eitthvað að reyna að malda í móin og setja sér hræðilegt, að þá er samt viðtaka fjölmiðla í Bandaríkjunum er miklu betri heldur en til dæmis hún var 2016-17 hann tók við. Og 2017 þegar hann tók við að þá þustu út á götur Bandaríkjana milljónir manna til að mótmæla. Það var ekkert slíkt núna í þessari viku. Nei. Og það er, hann er með sko gríðarlega öflugt umboð. Málið er að almenningur í Bandaríkjunum, meiri hluti fólks, styður Donald Trump algjörlega í öllum þessum aðgerðum, þessum tilskipunum sem hann var að skrifa undir á fyrsta degi. Það er bara ríkur stuðningur við þetta, mikill stuðningur. Og allt sem að skrifa undir, sagði þetta náttúrulega gera, þannig að fólk vissi það áður að kvösa. Já, akkurat. Skilur, þannig að þetta er ekkert eitthvað, hann er eitthvað, haha, ég er þessi gaur. Hann sagði þetta. Nei, það er ekkert eins og margir liptartar núna, ég sagði við ykkur að þið hefðu ekki átt að kjósa Donald Trump, sjáu hvað hann er að gera. Nei, hann er ekki að gera neitt sem við vissum ekki. Við viljum, þetta er það sem við viljum. Og það er Michael Shellenberger, blaðamaður, sem er núna sjálfstæður blaðamaður, þetta er mjög öflugur independent rannsóknarblaðamaður. Hann er að benda á að viðbröðin sem við sjáum við embættistöku Donald Trump, hún sýnir okkur það að raun og veru demokratarnir sem voru að reyna að segja fólki að hann væri Adolf Hitler og það voru að reyna að segja að staðfesta líffræði að sko til dæmis að kynin séu tvö, að það myndi leiða til sko bara helfarar transfólks og að loftslagsbreytingarnar væru, þær loftslagsbreytingar sem eiga sér stað vissulega, þá eru að ljúga þeim því að okkur að þær væru sem sagt dómstags hamfarakendar sko, en Michael Shellenberger er að segja að demokratarnir trúa þessu samt í raun og veru ekki. Þeir notu þetta bara til að reyna að halda Donald Trump frá völdum og til að halda sér í embættið eða sínum völdum, en þeir trúa ekkert sínum eigin legum Donald Trump og skulum heyra einmitt hvernig Michael Shellenberger útskýrir þessa greiningu sína. If Democrats and progressives truly believed that Trump was the second coming of Hitler, that climate change was the apocalypse, and that recognizing just two genders constituted a genocide of trans people, then they would have been in the streets, marching for dear life. The fact that they didn't shows that they didn't really ever believe those things were true and good. They just said they were. Polls show that either a majority of Democrats or a significant percentage of them agree with Trump on many energy issues, migration, and transgender. As such, the reason the Democrats and the left are so quiet is because they have been defeated morally, not just politically.
Progressive Democrats remain strong in many blue states. Gender-affirming care, including the blocking of puberty of children and surgeries on their bodies, continues in California, New York, and 24 other states. Those states will continue to prop up uneconomic renewables, which remain popular. And Democrats retain the majority of the support of Latinos, even despite Trump's gains. It's now clear that Democrats really didn't believe their own disinformation. They didn't really believe in the 3 major pillars of their own agenda. They didn't really believe that Trump was the second coming of Hitler set on implementing a fascist dictatorship. They just said those things because they thought it would help them to gain or retain political power. Now, Democrats had other motivations. They accused Trump and his supporters of fascism because it's the strongest attack that can be made of the right wing. They were also projecting their authoritarianism and expressing their desire to feel superior to Trump's supporters, which meant avoiding dealing with the issues where they could be in the wrong, such as in transgenderism, energy, and migration. Now, for decades, the left has accused the right of being fascist. The radical left commonly made such accusations of presidents such as Richard Nixon, Ronald Reagan, and George W. Bush, while more moderate Democrats and old-school post-war liberal types refrained from using such inflammatory language. But various factors, including the radicalization of Democrats, social media, which created a false sense of over-certainty thanks to its reinforcing of existing views, and machinations by individuals within the intelligence community, all appear to have been important factors that Democrats and the media used to give themselves permission to make such an outlandish and extreme claim. Látum þetta gott heita. Þetta mjög góð greining hjá honum. Það það sem þeir gerðu. Þeir notuðu vald sitt, demokratarnir, vald yfir fjölmiðlum og vald yfir samfélagsmiðlum og tech-kompanjum til þess að spreyða þessum áróðri að Donald Trump væri í raun og veru fasisti, nasisti, Hitler og að að hann ætlaði bara að fara að útrýma transfólki og hann ætlaði að koma plánundinu á kaldan klaka með því að keyra hér allt í bál og brand í loftslagsbreytingum. En þær vissu alveg að svo var ekki, heldur var þetta eingöngu valda brölds áróður til þess að tryggja sín völd í sessi. Og þetta mjög afhjúpandi en mér finnst sko mikilvægt það allir að tala eitthvað, þú veist að málefni transfólks sé komin aftur til steinaldar og það sé búið að taka þeim öll mannréttindi og eitthvað. Ég hef aldrei, auðvitað eru til einhverjir sem eru brjálaðir, einhverjir anti-transistar, sko. En þeir eru ekki að taka við völdin í Washington. Fólk ekki að afneita því að það sé til eitthvað sem heitir að vera trans. Það hins vegar að vera spennt á að það ekki til sem að heitir, það eru bara 2 kyn samt sem aður. Þú fæðist annarkvort kvenkyns eða karlkyns, nema að sé einhver sérstök vansköpun í gangi sem er svona undantekning. En þetta er bara algjört common sense dæmi. En nú hins vegar kannski orðið, svona gefst okkur færi á og það verður kannski loksins hægt núna að fara að ræða þessi transmál einhvern veginn almennilega sem hefur alltaf verið bannað á meðan að demokratar og svona þess áttar stjórnvöld ráða ríkjum í hinum vestrana heimi að það hefur alveg verið bannað að ræða til dæmis, komdu með réttlættu fyrir mér hvers vegna við að setja börn í hormónameðferðir eða hvað þó að fara með börn í skurðaðgerðir eins og var að tala um að ennþá gert í Kaliforníu til dæmis. Við skulum ræða það einmitt og af því að þeir sem hafa gagnrýnt þetta, þeir hafa alltaf verið til að ræða þetta. Þeir hafa ekki mátt að ræða það, skilur við. Þannig að núna vonandi, það er enginn að segja bara, já, fuck you transfólk, farið þitt til helvítis, það er enginn að segja það. Það er verið að segja, heyrðu, við skulum núna allavega að fara að ræða öfgakendustu skoðuninnar sem eru til dæmis að börn fæðist í röngum líkama. Það er eitthvað sem er bara topic til þess að ræða almennilega. Já. Ef þú heldur því fram að börn geti fæðist í röngum líkama þá hlýtur að geta rökstutt það einhvern veginn og það hlýtur að vera hægt að taka það samtal og við komast að einhverju lógískri niðurstöðu en þið hafið öll tekið eftir því að þetta er mál sem hefur aldrei mátt að ræða. Það er bara hvort sem að það sé hérna á Íslandi eða í Bandaríkjunum eða Evrópu þetta hefur algjörlega verið þaggað niður og það er notað einhvern veginn svona þetta sé svo viðkvæmt að mig ekki ræða þetta en ég held að
þetta sé rosalega margt jákvætt sem að fylgja þessari embættistöku Donald Trump og eitt af því einmitt að við fáum kannski einhverja umræðu transmálin. Herru, svo ætlum að fara í ruslatímstuna, það er komið að út með ruslið. Já, í ruslinu í dag, góður Íslendingar, það nóg að ræða, en ég tók þetta fyrir sérstaklega, það var nú frétt á Vísi sem að tók þetta saman, en þetta við vorum búin að sjá þetta á Facebook og það eru greinar skrifaðar og statusar og prófílmyndir sem að hafa verið að poppa upp á Facebook, en það að biskup Íslands og prestar íslenskir lýsa yfir stuðningi við Budde og boðskap hennar. Jú, hver þessi Budde? Hún biskupinn sem að talaði í innvígslu seramóníu Donald Trumps og nýtti tækifæri til þess að spreða út sínum aktivisma, opnum landamæra transaktivisma sem að einmitt ástæðan fyrir því að Donald Trump var kjörinn. Það akkurat svona rugl eins og hún flutti þarna í ræðinu sinni, en það margir sem stökka á þetta sem að alltaf að lofa þetta sem einhver æðislega ræðu. Líklega hefur enginn fyrr ávarpað Trump opinberlega af slíkri ást sem Marianne Biskup, segir Bjarni Karlsson og séra Jónar Hrönn Bolladóttir í aðsendri grein á Vísi í morgun. Ég tek fram að mér finnst Bjarni Karlsson og Jónar Hrönn, þau ágættu hjón mest megnis standa sig gríðarlega vel sem prestar. Ég hef nú verið í jarðarförum þegar sem að þetta fólk hefur verið að messa og þetta eru þvílíkir fagmenn fram í fingurgóma, en þau eru oft búin að vera að taka svona mjög vókaðar áherslur sem að uppi eru áhöld það hvort að það gagnist virkilega íslensku þjóðkirkjunni sem að hefur hrunið í meðlima fjölda á undanförnum árum. Úrskráningar á þjóðkirkjunni hafa bara verið, það svo flóðgátt hafa opnast og ég veit ekki hvort þessi komin í 50%, þetta var alltaf 90% Íslendinga voru í þjóðkirkjunni. Það svo líka stúpid eða þú vart að hugsa þetta út marketing, við viljum halda sem flestum inni hjá okkur og það ógeðslega margir sem voru svona efahyggju, ekki alveg að kaupa þetta farnir, en það svona þeir sem eru sannkristnastir eftir og kannski svona við slum bara fokka þeim algjörlega upp bara sprengjum það út líka. Og þessi orð þarna stóð hún, þessi miðaldra kona, svo hóvar í yfirbræði, en talaði með þeim hætti að undrun, ráðaleysi og gremja skein af ásjónu Trump og hans glæsta föruneytis. Og mikið hefur verið fjallað ræðuna og viðbröð Trump í fjölmiðlunum og Trump sagði náttúrulega bara, þessi this so-called bishop who spoke at the National Prayer Service on Tuesday morning was a radical left hardline Trump hater. Það þetta sem hún og það eru fleiri eins og ég sagði, Guðrún Karls Helgudóttir sem biskup Íslands hefur einnig tjáð sig málið, segir á Facebook að það sé hlutverk kristinnar kirkju að standa með þeim og vera rödd þeirra sem verða undir í samfélaginu. Og þannig það aftur verið að tala svona eins og að ólöglegir innflytjendur séu bara einhvern veginn, lærisveinar Jesús sem við þurfum að halda utan og opna bara öll landamæri en eins og fólk ætti að geta sagt sér að þú ert ekki með neitt þjóðríki ef þú hefur ekki landamæri, þjóðríkið heldur upp í velferðarkerfinu og alls konar kerfum sem að ganga ekki upp ef það eru opin landamæri. Ólöglegir innflytjendur sem að hafa aukist jaft og þétt í Bandaríkjunum og víða annar staðar í hinu vestræna heimi á undanförnum árum eru einmitt það, þeir eru ólöglegir innflytjendur, þeir eru brjóta lögin. Ég meina, ég hef bara frá því mann eftir mér, ég hef alltaf svona hort með svona séð það í hillingum að fá bandarískan ríkisborgararétt. Ég man eftir einhverjum sem ég þekkti sem að fæddust í Bandaríkjunum því að mamma og pappi voru í námi og fenguðu þess að sjálfkrafa tvöfaldan ríkisborgararétt, íslenskan og bandarískan. Ég hef alltaf, öfundað slíkt, mér bara fundist að vera bróður minnum bandaríska ríkisborgararétt til dæmis. Já, ok. En á sama tíma er maður alltaf að vita að það er mjög erfitt að fá bandarískan ríkisborgararétt. Það er bara rosalega erfitt. Ég man einhvern tímann var ég að taka þátt í einhver svona lotteri, svona bandarísku ríkisborgaralotteri, en það er bara mjög erfitt að fá og hefur alltaf verið. Ítarlegt próf sem þú átt að svara. En á undanförnum árum þá hafa þess að bara milljónir manna gerst ólöglegir innflytjendur. Og það er að stefna þessa fólks einhvern veginn að þetta ólöglega fólk eigi bara að fá
þú veist, allt upp í hendurnar og bara fá bara ríkisborgararétt af því að þeir eru ólöglegir innflytjendur. Þessu Trump ósammála, þessu hefur hann talað gegn og hann að vinna gegn þessu. Og fyrir það hann sakaður að vera níðast á lítilmagnanum. Sjá ekki hvað þetta öfustnúið eitthvað. Og við skulum einmitt sjá bara ræðu hennar Buddi, sjáum allan einhvern hluta úr þessu og heyrum hvað hann segir. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. Scared now? There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. Okay. Þetta var leiðilegt vídeo að það sýndi bara þau, það sýndi ekki biskupin en þessi biskup, hún auðvitað á sér sína sögu, það er alveg rétt hjá Donald Trump að hún sem sagt svona vinstri sinnaður róttæklingur, aktivisti öllu heldur og hefur í gegnum tíðina sko á sínum tíma í Black Lives Matter mótmælunum, þar var hún þar sem að heilu borgunum var rústað gjörsamlega, yfir 30 manns voru drepin út á götum úti, búðareigendur sérstaklega hvítir búðareigendur gátu ekki frjálstöðu strókið, lögreglumenn voru það var ráðist á lögreglumenn alveg í gríð og erg, af því vorum að tala janúar 6 óbeldið daginn. Þar var hún Buddi í þeim mótmælum að hvetja mótmælendur áfram og tala gegn Donald Trump. Við skulum sjá brot af því. Hérna er hún að sjá það fyrst andlit á henni einmitt við sjáum þetta er þetta er alltaf eitthvað svona fólk sem að þetta er ég stundum ég man eftir að það var svona einn kategóri af fólk svona karlar sem að vex ekki þá tala maður oft svona karlar sem líti út eins og gamlar lesbjur en hún er alveg með þetta look einhvern veginn og það er svona kattarhlandslyktin sem að kemur af bara þegar maður sér myndina en þannig er hún sér í Black Lives Matter mótmálunum þannig er hún að tala að það að remúva að fjarlæga Donald Trump úr Hvíta húsinu. Why did you want to come out here and send their message? It is a message of a call for justice, for swift justice for George Floyd, for systemic justice for all brown and black people who have been under the knee of this country in ways that we have witnessed time and again. This is wrong. And this rising up, this spontaneous uprising of people mostly half my age or younger, they're the ones we should be listening to. And they're angry at the president. They're so angry. They're angry at the president. So what is your message to President Trump today? Well, I've given up speaking to President Trump. We need to replace President Trump. We need leadership that will lead us in the ways that this country deserves. Thank you. Já, hún er ekki með neina pólitíska skoðanir á baki hugmyndafræði hún er bara sann Kristin prestur sem að tala eftir boðskap Jesú Krist en málega er mér skrítið með þessa presta ef vil trúa því að hún er að tala transbörn sérstaklega og það er eitt sem þarf að ræða transbörn ég held að transdæmi fyrir kynþroska aldur sé nú yfirleitt þá bara einhver heilaþvottur sem er komin frá fullorðnu fólki eða það er eitthvað barn sem að fer að tala kyn og hvaða kyn það sé ekki og svo framvegis. Ég vil persónulega alveg hala opið að það sé eitthvað möguleiki en að margfalt minni. Já, ég get ekki úttala með það. Það getur ekki útilokað það En þá er allavega fyrir þess að presta og eru þeir í vandræðum með að þá eru þeir náttúrulega Guð að skapa röngri mynd börn sem að fæðast í röngum líkama. Af hverju ætti hann að gera það? Af hverju ætti hann að gera það, já, mitt. Það er svolítið, ég sá ágætis pistil sem að Jón Magnússon hann þýddi pistil eftir dálkahöfundin Daily Telegraph Michael Deacon sem gerir henni góð skil með þeirri kímni sem honum er leið þó þungum undirtón mann sem er opið framkvæmum biskups hann segir Michael Deacon
Aumkunarverðar árásir Vók-biskupsins á Trump sína vel að af hverju hann vann. Ekkert í stefnumálum forsetans setur líf samkynhneigðra eða transfólks í hættu. Við skulum kalla þetta vinstri sinnaðar yfirlýsingar að Trump beri að skamma sín fyrir skoðanir sínar. Síðastliðinn mánudag upplýsti Donald Trump að Guð hefði bjargað honum til að gera Bandaríkjanna öfluga nýjan leik. Nú ég ekki guðfræðingur og get ekkert fullyrt með vissu hvort að þetta hafi verið áætlun Guðs. En í sannleika sagt þá held ég að þessi fullyrðing Trump sé mun skynsamlegri en þvaðrið sem var spúð yfir Trump á þessum biskupi. Síðastliðinn þriðjudag mætti forsetinn í messu í Washington National Cathedral þar sem kona sem var biskup, Marianne Edgar Budde, messaði og ákvaða að þetta veri kjörið tækifæri til að fræða Trump skoðanir hans á réttindum transfólks og innflytjendamál. Leyfðu mér að gera þá loka bón, herra forseti, í nafni Guðs, að þú sjáir aumur og fólki í landinu okkar sem hrætt núna. Þau eru hommar, lesbíur og transbörn sem óttast líf sitt. Fyrirgefðu hvað? Ef eitthvað barn óttast líf sitt, þá getur það bara verið vegna þess að það hefur hlustað á hræðslu og áróður frá áköfu vinstri fólki. Ekkert af því sem Trump boðar setur líf hinsegins fólki eða transfólks í hættu. En meðan við erum að ræða þetta mál, gæti biskupinn gert viðunandi grein fyrir afstöðu sinni til kynja hugmyndafræðarinnar. Trúir hún því virkilega að sum börn séu fædd í vitlausum líkama? Ef það vitlaus líkami þá þýðir að Guð hafi orðið á skelfileg mistök. Telur biskupinn virkilega að Guð geri mistök? Eða svo segir hún þó það í bænum sínum. Kæri Guð, vá, það lítur út til að þér hafi heldur betur orðið á í messunni einu sinni enn að setja aðra litla stúlku í líkama lítils drengs. Ég trúi því ekki að þú haldir áfram að gera svona hræðilega vitlaus mistök. Ég sem hélt að þú verður óskeikull. Þú þarft heldur betur að taka það á eða ég fyrir aðhyllast og tigna annan guðdóm. Ummæli hennar innflytjendamál voru svo enn vitlausari. Sumir innflytjendur eru hugsanlega ekki borgarar eða hafa löglega pappíra, sagði hún forsetanum. En mikill meiri hluti þeirra eru ekki glæpamenn. Liggur það ekki ljóst fyrir? Trump segist ætla að reka alla sem eru glæpamenn en ekki alla þá sem eru fæddir erlendis. Heldur biskupinn virkilega að hann ætla að reka alla sem eru fæddir erlendis úr landi eins og til dæmis eiginkonu sína sem frá Slóveníu eða Elon Musk sem frá Suður Afríku? Öll ræðan var óttalega skammaleg, einkum þegar haftir í huga að hún nákvæmlega svo tegund af hástemdum yfirlætslegum kjafthætti sem bandarískir kjósendur höfnuðu fyrir rúmlega 2 mánuðum síðan í kjörklefanum. Kjósendur voru búin að fá sér full sattan af þessum málum og svona yfirlætslegum áminningum. Þessi aumkunarverða árás Vók-biskupsins á Trump sýnir vel af hverju hann sigraði. Síðast en ekki síst hvað ummæli biskupsins hafa yfir höfuð eitthvað að gera með trúarbrögð. Ef þú getur bent mér á kapítuli í Biblíunni þar sem Jesús segir transkonur eru konur og fordæmir innflytjendastefnu Bandaríkjanna, þá var ég áfjáður að lesa það. Samt sem áður þá velti ég fyrir mér hvers vegna í ósköpunum gerði hún þetta. Hélt hún virkilega að Trump myndi bregðast við og hugsa, já, þessi stelpa í hempunni segir mikilvæga hluti. Af hverju ættum við ekki að leyfa milljónum ólöglegra innflytjenda að búa í landinu og af hverju ættum við ekki að láta stráka berjast verðlaun í kvennahnefaleikum? Ég ætla að svíkja öll kosningalóðurum mín sem eru til þess að ég var kosin og stjórna eins og Kamala Harris myndi hafa gert. Ef þið vissu hún að þetta væri fáránlegt, hún sagði það samt að því hún vildi fá klapp frá vinstra liðinu. Við skulum hórast í augu við það. Það er aðal ástæðan fyrir því að flest vinstra fólk segir yfirleitt eitthvað. Já. Satt að segja er það sorglegt að biskupinn yfir Íslandi skuli blanda sér með þessum umhverfum hætti í umræðuna, segir Jón Magnússon, en með að öðrum orðum væri rétt að hún svaraði þeim trúmálalegu spurningum sem greinarhöfundur setti fram til Budde biskups. Nákvæmlega. Og þetta er búið að vera fyndið að fylgjast með þessu uppþoti. Sáum við setna á Facebook eru margir búin að setja inn svona nýja prófælmynd sem að ég var með einhver skjáskot af. Það er til dæmis, var ekki Hildur Eir Bolladóttir prestur sem er hún setti I'm with her og það kemur kommenturinn hugrökk kona og maður svo meira Toshiki Toma sem er líka prestur I'm with her. Ég sá þó nokkra að vera með þetta sko og þetta er nú svona þetta er ósköp klient eins og Jón Viðar hefði sagt einhvern tímann en þetta var einmitt ekkert annað heldur en aktivisti sem að einhverjum hluta vegna komst hún í þennan ræðustól, það er náttúrulega kannski rannsóknarefni út af fyrir sig og notfæri tækifæri til þess að láta ljós sitt skína og reyna að fá eins og henni hefur tekist að fá klapp frá fólki sem að þetta er bara fyrir það, þetta er bara fyrir klappið sko. 100% og menn stökku á lestina þeir sem vilja ganga til dæmis af þjóðkirkjunni íslensku endanlega döðri, það er ég sé ekki betur en að við hafa þessar skoðanir einhvern veginn sé ekki
ekkert í takt við það sem að þjóðkirkjan ætti að vera að boða. Hvað var það mitt sko fjölskyldugildi þjóðkirkjunar og til dæmis að við opnum faðminn fyrir fólki sem í neyð en ólöglegir innflytjendur sem að brjóta lögin og síðan fremja afbrot í kjölfarið bara, það ekkert í boðskap Jesú Krist sem að segja endilega að við þurfum að bjóða þeim að fá einhver verðlaun sérstaklega fyrir það, sko. Nei. Við viljum að fara þá næst í dagskrárliðin fólk sem að haga sér eins og fíbl. Nei, veist það, ég svo heppinn að eiga enga vini og enginn í fjölskyldunni þoli mig, þar að leiðandi fæ ég einhver jólagjafir og slakta svo ekki á jólagjafir sjálf. Já, ég fór nú aðeins yfir þetta á þriðjudaginn, en þá var bara innsetning Donald Trump bara einhvern veginn í gangi þá og við fórum aðeins yfir Elon Musk, sko, þetta væri augljóslega ekki nasistakveðja, en síðan þá hefur öll vikan verið undurlögð einhvern veginn að fólk að segja að hann sé nasisti og menn keppast að skrifa pistla það bara, það alveg sama hvað þið segið, þetta var nasistakveðja og það eins og ég sagði áðan, það alveg, það enginn að velta fyrir sér bara, eins og ég sagði, ef þú hefur hort á bara eitt langt viðtal Elon Musk, þá bara gengur það ekki upp að hann sé nasisti. Til dæmis sú staðreynd að hann fer í, eftir hryðjuverkaárásunar í Ísrael 7. október, þá fór hann til Ísrael að heimsækja fjölskyldur, fólk sem að misti ástvini sína sem voru teknir sem gíslar og svo framvegis. Þarna hann hefði mitt í einu svoleiðis fótó uppi með gyðinga fjölskyldum sem að sakna fólks sem voru tekinir sem gíslar af Hamas. Næst sjáum við mitt sko í stuttu viðtali og svona samanburðum með hann og hana Okes and do you see this thing? Do you know what it is? Why don't you tell everybody? This says bring them home. The hostages. It was given to me by the parents of one of the hostages. And I said I would wear it as long as there was a hostage still remaining. And I have. The Jewish people have been persecuted for thousands of years. Everyone here has seen the massive demonstrations for Hamas in every major city in the West. That should be jarring. Þetta nasisti. Do you see this thing? Þetta bara nasisti. Þetta stone cold nasisti. Þetta bara nasisti og hann ekkert að reyna að fela það einu sinni. Og meðan hún Alessandra og Karis hún náttúrulega fully on board með Hamas, bara styður Hamas alla leið og það var líka búið að grafa upp ykkur myndir á henni þess að hún var með svona nasistakveður í en ok, nú það menn spyrja sig mitt sko stuðningsmenn Hamas eða mótmælendur stuðnings-Palestínu víða bara á Íslandi í Bretlandi, alla Evrópu og í Bandaríkjunum, þeir hafa sko verið með, ekki bara eitthvað sem minnir á nasisma heldur, þeir hafa bara verið með málflutning sem bara nákvæmlega svo sami eins og Adolf Hitler og þeir vilja bara taka upp stefnu Adolf Hitlers að útrýma gyðingum. Og sjáum við til dæmis, hvar hefur fordæmingin verið? Þetta sjáum við marga Hamas stuðningsmenn víðsvegar Evrópu nota akkurat Hitler-kveðjuna til þess að styðja Hamas og vera samtaka í baráttunni gegn Ísrael, gegn gyðingunum sem voru ofsóttir af nasistum. Ég sá ansi góða greiningu á þessari skautun allri og Hitler-kveðju svokallaðri hans Elon Musk á x.com í gær. Þessi ágætti maður, en ég er ekki að fara hrósunum fyrir hárgreiðslu 3 ára eftir netta niður líka, ég fíla það. Já, með 3 ára eftir netta niður, óhátt klæðabörðunum og hárgreiðslunni þá hefur hann nokkuð til síst mál, svo skulum heyra hvað hann segir. So there's clips going around on mainstream and social media of Elon doing what appears to be a Hitler salute. And I want to show you just how easily editing can make something appear much worse than it actually is. First, check out this clip from a popular reel going around right now. My making it happen. Thank you.
Did you notice where it cuts off? Now I'm going to show you the full clip. The elections, they come and go. Some elections are, you know, important, some are not. But this one, this one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. So a few facts first. The Nazi salute does not involve putting your palm on your heart. This is the Nazi salute. Now, there's two ways to interpret Elon's actions. You can either believe that he was doing the Nazi salute and he did it improperly, or you can believe that it was an innocent moment where a man who is somewhat awkward was excited and wanted to show the crowd that his heart was with them, as he said himself explicitly in the audio. Now, we're going to see misrepresentations like this a lot over the next 4 years. So I have invitations to both the pro-Trump and the anti-Trump camp. For the anti-Trumpers, just be skeptical of what you hear, because for the last 10 years, we've all been told that Trump is literally Hitler. But the same people that said he was literally Hitler were also smiling and waving for the camera during the inauguration today. I'm not asking you to be blindly optimistic that Trump is going to be a good president. Just be skeptical of the people that tell you that the world is ending, as they are doing in this clip. And for the pro-Trump camp, a lot of us are really excited, which is great. But half the country doesn't see what we're excited about. And they've been told for 10 years that everything is going to end if Trump is in office. So now they're seeing shadows and they're turning them into demons. And the thing to recognize is that these people aren't stupid. They're just scared. And you don't help someone that's scared by yelling at them. Yes, logic, facts, and truth matter, but so do emotions. And no logical change can happen without emotional safety being established first. Think about it. If it was a friend or family in your life and you knew that they were being misled, how would you treat them? You probably want to be patient, kind, and gentle because they're already scared. So we don't need to also make them feel rejected. Já, ég segi að hann talsvægt mikið skynsamari heldur en hárgræslan hans gefur til kynna og þetta ég alveg sammála, þetta svona áhyggju efni einhvern veginn hvernig, þú veist, þeir sem að fagna því að Donald Trump sé komin og eru hlindir því sem hann að gera, þeir skilja ekki hvernig aðrir eru halda þetta sé heimsendir og öfugt og það er ekki alveg gott að sjá hvernig er þetta ná bara fólki saman, þú veist, við þurfum alltaf greinilega að vera í stríði einhvern veginn innbyrðis hvert við annað en síðan hitt þetta að það er svo gott sem maður segir að það sem er svo augljóst að þarna er sem sagt eins og segir somewhat awkward but excited þess að minna Elon Musk það er alveg ljóst að hann er á einhverju rófi eitthvað einhverfur eða með Asperger eða eitthvað þarna er hann upp á sviði svolítið æstur það er þetta er stórt moment og hann er að segja from the bottom of my heart það er svo galið að ætla honum að hann sé að fara með nasista kveðju en það er einmitt fólk sem að elskar að kalla Elon Musk nasista það er fólk sem að hatar Ísrael hvað mest það er alveg magnað sjáum næsta link einmitt með það var það þetta er okay, Elon Musk is awkward, he's a stoner, he's weird, he's compulsive, he's borderline delusional, most of his delusions become reality, but he's not an anti-Semite, and that was not a Nazi salute. Doesn't the left have anything more important to do? Má ég sjá þetta vídeo, mann ekki alveg okkur ég var settið þetta inn Já, allavega byrju fyrir það sem að taka það niður það sem hann að segja by the way, hvar voru þið þegar hundruðir eða þúsundir manns gerðu raunverulega nasista kveðju á götum stórborga í Evrópu í anti-Semitic marches á síðastliðnu ári, þú veist það er allt hatrið ekki að gyðingum er út allt en Elon Musk er ekki einn af þeim þú veist, það er nú málið sem meira
Piers Morgan, hann með gott take á þetta, hann segir hann að benda á sko hvað demokratar eða vinstrið í Bandaríkjunum að tapa rosalega á þessu rugli, sko, að vera alltaf að kalla alla nasista. Yes, I've tried to explain to my liberal friends that calling Trump Hitler and his supporters Nazis is pathetic, obviously untrue and spectacularly self-harming. Yet they're still doing it. The Dems won't win again until or if they will stop doing it. Já, þetta er alveg spot on, sko. Þetta er spot on það. Þeir eru búin að gera þetta í bara forever og þetta er neikvæð áhrif. Þetta er það sem að fær fólk til fylgis við Donald Trump. Það er að sjá hennan óheðileika í hinu liðin. Ekki að því að trúir að sé nazisti og vill joina nazisti, það sé bara að þú ert rugglaður. Alveg eins og lygin hrossadeyfingarlifið fekk mig til þess að verða sko svona ég var alltaf að gera grín af COVID-unum sko. Þessir Jóhannes Loftsson og þeir sem voru berjast gegn öllu sem var gert í COVID sko, maður bara spyr mér með þessar samsælskenningar. Já. Svo þegar lygin hrossadeyfingarlifið kom, þá var maður bara, ok, þú veist, what's going on? Snerist maður. Og það er svona lygar nasisma og Hitler og svona sem gera það verkum að Trump fær bara meira fylgi. Og hvað var þetta lið líka að segja þegar það var verið að tala nasisma í Úkraínu? Já, einmitt. Þá var það bara, bara hlustað niður, sko. Sem er bara, sko, svo factual að, þú veist, ekkert allir í Úkraínu, en það er bara stór nasisk öfl í Úkraínu, í hernum og bara í stjórnuninu og eitthvað svona. Já, í Evrópu hefur stendur nasismin sennilega hvergi á styrkari fótum heldur en í Úkraínu. Já, nokkulega. Það er þannig. Og ef þú bentir á það, þá varstu bara Pútinsleikja. Já, nefnitt. Skilurðu? 100%. Annar status frá Piers Morgan. Haven't you clowns learned yet that your constant ludicrous and deeply offensive, especially to Jewish people, Hitler Nazi bullshit doesn't work? How badly do you have to lose before the penny drops? Hann er alveg að geta þetta lið í sig, Piers maður. Þetta er þetta við svar við þessu hérna, sko. Alexander Ocasio-Cortez. Já, einmitt. Just to be clear, you are defending a Heil Hitler salute that was performed and repeated for emphasis and clarity. People can officially stop listening to you as any sort of reputable source of information now. You work for them. Thank you for making that crystal clear to all. Hvað er hún að segja? Hún er að ráðast á ADL, Anti-Defamation League, sem að hafa verið sko samtök sem eru að ráðast gegn andgyðinga áróðri og hafa verið mjög vók samtök sko, verið að kalla að ADL hefur verið mjög dugulegt að kalla fólk Hitler og nasista út allt sko. Og líka setja þetta út í kosmósin að eitthvað sem segir bara að þetta sé ekki nasista kveðja, þú þarft ekki að taka mark á neinu sem hann segir. Allt sem hann segir er bara, þú veist, að búa til eitthvað, þetta er svo mikil geðveiki. Þetta er alger trillingur. Og og ADL sko segir að þetta hafi ekki verið nasista kveðja. It seems that Elon Musk made an awkward gesture in a moment of enthusiasm, not a Nazi salute, but again, we appreciate that people are on edge. Þetta er það sem að Anti-Defamation League segir. Og og þá kemur hún, hvað heitir hún aftur? Cortez. Og ræðist á Anti-Defamation League. Þetta er alveg. Hver myndur halda að væri bestur í að spotta nasista hegðun? Já. Þessi gæja. Anti-Defamation League eru búin að það er sérgrein þeirra sko. Þetta er í raun og veru eins og sko vísindalstofnun nútímans, mann getur vísindalstofnunum. Það eru þeir sem að fóru og sem sagt hundeltu gamla nasista og með þess að Edvald Mikksson sem var Íslendingur, pappi Atla Edvaldssonar fótboltamanns. Ég man eftir það var einhvern tímann árið 1990 eitthvað. Þá var hann bara gamall maður upp á Hrafnistu sko, og þá var bara Símon Vísindalstofnunin kominn bara til Íslands, bara við viljum fá hann að mann framseldan. Hann var í útrýmingabúðum í Pólandi og bara kallaður Mikksson eitthvað og hann var vitari, ég vilja vita hver segja svona hluti mig, ég er ekki nazisti, neini.
En þetta var alveg stórt mál og minna Vísindalsstofnunin stóð fyrir því að þeir náðu honum fullt að liði. Já, við náðu fullt að liði út alla Evrópu. Já, og Suður-Ameríku. Já, Suður-Ameríku. Og ég má segja að ADL sé svona vísindalsstofnun nútímans. Þeir eru út allt að varðhundast sko að passa að sé ekki einhver andgyðinga áróður í gangi. Og þeir koma að lýsa því yfir að Elon Musk hafi ekki verið með nasdaqvæðu og það verður bara verið allt vitlaust. Þetta er alveg magnað. Síðan við erum búin að séð sko, til samanburða hvað þetta er fáránlegt. Tim Walz er sem var varaforsetaefni Kamala Harris. Við sjáum þessa klippu. Það er hönd á hjarta og þú veist hvað er þetta? Er þetta ekki bara nasdaqvæða líka? Bara alveg eins og hann gerði. Akkurat. Og ekki var allt vitlaust við þessu. Þetta lið er svo Frosti, þetta er svo bila lið. Þetta er algjörlega truflað lið. Við sjáum síðan Emmanuel Macron, Frakklandsforseta, hann er næstur. Hvað gerir hann? Jú, það er Vá, hann fer alveg bara full on. Bara heil nazi samt. Macron is a nazi. Oh my god. Þetta er truflað dæmi. Elsku fólk. En ég hef samt áhyggjur af hvað þetta er. Það er allt að fara. Skautunin eykst bara. Þetta er bara, það er allt að fara til helvítis. Skautunin eykst og ég veit ekki, á maður að lefa sér að dreyma að eftir 9 mánuði, 12 mánuði þá verði fólk búið að átta sig á að stefnur Donald Trump séu ekki nasískar eða þessi fólki mun aldrei segjast sko. Nei, ekki meðan þessi áróður er líka í gangi í þessum mainstream fjölmiðlum og þeir, ég skil ekki hvað þeim gengur til. Bara allir, þú veist, bara Vísi, RÚV, MBL, stukka allir á þetta bara. Elon Musk með nasista kveðju. Á sama tíma er svona lítil setning að Biden hafi pardonað Fauci á sama tíma sem er bara sko by far. Það er eitthvað tryllingslegasta sem við höfum séð bara í bandarískum stjórnmálum í langan tíma. Já, þetta er svakalegt maður. Hörðu, við erum að brenna upp tíman en við höfum eftir að kíkja á póstþjónustuna. Þið sendið okkur póst á frosti@broadcast.is og við lesum í póstþjónustunni. Kíkjum á það. Já. Heru, ég er ekki búinn að forlesa þessa pósta, þannig að við bara rennum blind í sjóin. Það getur verið að koma ykkur nasistakvæði eða hvað sko, ég veit ekki. En það segir Sæll, Frost og Ingimar. Enn og aftur þakki fyrir að stytta mér stundir í þessum ömurlegu veikindum. Passu upp á heilsu. Þættirnir eru frábæri og ég elska Trump-punk. Our man in the West. By the way, dagur 90 í dag á spítala. En ég held að ég sé að sigra og þetta stýttist. Já, ok, þetta er... Wow. En ég hlusta á því Frosti og tók hámhorf og þið eru með demant hjá ykkur. Þetta er hún Kitta sem ég finnst geggjuð. Hún er allir pakkin og læt það duga. Þessi greinda kona er sko ekki neinn vókfróða. Ó nei. Takk og kveðja, já. Já, einmitt, bara hún er geggjuð. Kitta er frábær. Endilega, ég hveti ykkur endilega til að horfa á þættin hennar Kittu og svo ég lítið talað um hluthafaspjallið. Það eru Kempur sem að Jóngi Hauksson sem var ritstjóri Frjálsar verslunar í áratugi og Sigurður Már Jónsson sem var ritstjóri Viðskiptablaðsins. Þetta eru viðskiptablaðamenn með reynslu sem að fara yfir hlutabréfamarkaðinn í þáttunum hluthafaspjallið á broadcast. Endilega kíkja á það líka. Annar póstur Sælir, Frosti og Ingimar. Ég hef undanfarna mánuði verið að fylgjast með gangi mála varandi þessa grooming gangs í Bretlandi og þöggunar aðferðir Keir Starmer og félaga. Og svo hefur þessi sama stjórn verið að fangilsa fólk fyrir minniháttaskriftir á Facebook. Á meðan heyrir maður ekki píp frá RÚV og félögum þessi tiltektu mál frá Bretlandseyjum. En RÚV hefur staðið sig í stikkinu með að fjalla mál Sigurjóns Ólafssonar sem braut ítrekkað á andlega veikri konu og þegar að fólk frá Palestínu fékk frelsi úr fangelsum Ísraelsmanna í skiptum fyrir gísla frá Hamas og þar fjölluðu RÚV og félagar að einn af föngum Ísraelsmanna hafi verið settur í steinin fyrir minniháttaskriftir á Facebook. Stóra spurningin er svo að þarna er bara fjallað eina hlið mála, skýrt með pólitík hvað gerist fyrir hvað er rétt og rangt í þessum heimi. Annars gleðilegt nýtt ár, strákar, og takk fyrir það gamla.
ES, hvernig verður nú að setja eitthvað með Black Sabbath eða Iron Maiden eða hugsanlega Van Halen sem intro svona once in a while. Sumt einfallega bara rétt. Kveðja herra rétt sín. Já, það er classic, sko. Iron Maiden, ég var nú brjálaður Iron Maiden fan þegar ég var lítill. Já, þeir náðu mér líka bara á artworkinu sínu, sko. Það var bara eitthvað, wow, hvað er þetta? Akkurat, ég var örugglega bara svona 11 ára þegar ég fór að kaupa mér Iron Maiden plötur. Já. Fór niður í bæ í strætó og keypti Killers og fyrstu Iron Maiden plötuna og Number of the Beast og ég átti einhverjar 4-5 Iron Maiden plötur þegar að And Justice for All með Metallica kom út og einn vinur minn átti hana og ég sagði við hann, herru, þú mátt fá allar Iron Maiden plötur og það þetta segir svolítið mikið mér finnst And Justice for All platan með Metallica að vera svo einhver albesta rockplata sem hefur gerð hefur verið. Ég treytaði öllum Iron Maiden plötunum mínum fyrir hana á sínum tíma. En já, þetta góði punktar það minna þetta hárrétt þetta með RÚV og íslenska fjölmiðla og hvernig þú veist eins og þetta nýjasta sem ég var að tala áðan að það er ennþá verið að halda ég fram að það hefur verið legar sem að komast á óeirðum í Bretlandi og það hefur verið legarar sem skrifuðu á Facebook að það hefur verið múslimi og innflytjandi sem að drap 3 stelpur í Taylor Swift partíinu þarna. Þetta er sakalegt hvernig íslenski fjölmiðlar taka á þessum málum. En við erum komin í síðasta dagskrárliðin í dag. Við ætlum að kíkja næst á loka vídeóið. I don't want to set the world on fire. Já, ég sá einmitt í fréttatíma RÚV held ég að það verið. Þá er fyrsta ræðan sem að Donald Trump heldur fyrir utan, sko, hún var geggjuð ræðan á innsetningarathöfninni og ég fór yfir það síðasta þætti, minna það sem að Joe Biden og þau sátu fyrir aftan og hann var bara að tala það er bara vanhæft fólk sem er búið að keyra þetta land í kaf og nú er það búið, núna eru Bandaríkin aftur fara að blómstra og þetta var algjörlega geggjað moment. Síðan sá ég á kvöldfréttatíma RÚV þá voru að tala að hann heldur ræðu sem sagt fyrir Davos, held ég að það hefur verið World Economic Forum Akkurat. Og það var sagt sko Donald Trump eyddi fyrir hluta ræðina sína að tala illa forvera sinn en síðan sagði hann að væri búin að draga Bandaríkin út úr alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og svo kom að klift á það sko. En síðan sá ég sem sagt ræðuna og þess að hann að tala illa forvera sinn og RÚV talar bara hann hefði 1 tímanum í að tala illa forvera sinn eins og þetta væri bara svona pólitík eitthvað. En ef þú horfir á það sem hann að segja hann er að fara yfir hvað Joe Biden stjórnin er búin að gera og það er búið að rústa Bandaríkjunum. Við þurfum kannski ekki að horfa á þetta allt, við tökum bara kannski fyrstu 2 mínúturnar sem Trump hann er on fire, hann er í sínu elementi, hann er að ávarpa World Economic Forum og þetta er svo bara naglinn beint á höfuðið, skulum heyra Donald Trump. My administration is acting with unprecedented speed to fix the disasters we've inherited from a totally inept group of people and to solve every single crisis facing our country. This begins with confronting the economic chaos caused by the failed policies of the last administration. Over the past 4 years, our government racked up $8 trillion in wasteful deficit spending and inflicted nation-wrecking energy restrictions, crippling regulations, and hidden taxes like never before. The result is the worst inflation crisis in modern history and sky-high interest rates for our citizens and even throughout the world. Food prices and the price of almost every other thing known to mankind went through the roof. President Biden totally lost control of what was going on in our country, but in particular with our high inflation economy and at our border. Because of these ruinous policies, total government spending this year is $1.5 trillion higher than was projected to occur when I left office just 4 years ago. Likewise, the cost of servicing the debt is more than 230% higher than was projected in 2020. The inflation rate we are inheriting remains 50% higher than the historic target. It was the highest inflation probably in the history. Svo það sem Trump að gera núna, það svo mikið trillingur. Hann að fara að einbeita sér að því að lækka vöruverð, fá verðbólguna til að hjaðna, snúa
snúa málum við þar sem að sko olíuborun hefur verið stöðuð og koma Bandaríkjunum aftur á kortið sem iðnaðarríki og efla sem sagt bara lífsstandard hins almenna Ameríkana. Þetta náttúrulega hræðileg nasista stefna. En það þegar hann fer yfir, sko, bara hvað búið að gerast í stjórn Bidens, trilljararnir sem eru komnir í skuldir og billjararnir sem eru að borga bara í vexti og allt þetta bara gert einhvern veginn í nafni einhvers konar réttrúnar, að skuldum safnað og dælt peningum í stríðsrekstur og bull, þetta búið að vera hrein hörmung og eins og ég segi, við sem að erum bjartsýnir erum náttúrulega bara bölvaðir nasistar en það er samt vandamál, eins og ég segi, það er vandamál hversu mikil skautun hvað hún bara dýfka ég veit ekki hvað svar það sé til eitthvað svar við því sko, það er eins og bara eins og okkur séð bara ætla, það er náttúrulega til alltaf fólk sem bara einhvern veginn sem hatar bara hinn vestræna heim kapitalisma, sem að heldur uppi þeim lífsgæðum sem að við viljum venjast og það eru þetta massífur áróður, marxískur vinstri sinnaður áróður sem að veldur því og hvernig er þetta bætt úr, ég veit það ekki, ég bara hreinlega veit það ekki, ég ekki með svörin eins og en við erum að reyna að finna þau hérna í Harmageddon en það ekki Jú, ég held að sé stutt í að við finnum svarið sko. Já, við erum bara rétt handan við hotnið að finna þetta svar þannig að þið haldið áfram að fylgjast með hér í Harmageddon á broadcast.is við erum með þetta að fagna 2 ára afmæli þessa mundir já, bara stórkostlegt búið að vera geggjað að vera með ykkur þessi 2 ár og þau hafa liðið mjög hratt við ætlum að bjóða upp á góð tilboð núna það verður gaman að segja frá því núna á næstu dögum, við erum að vinna í þessu en þið megið endilega áskrifundur halda áfram að bera út fagnaðarerindið það er auðvitað bara gott fyrir þjóðina alla að Harmageddon heyrist sem víðast og við þurfum að bara, það er aldrei nóga áskrifundum, við þurfum að bæta fleirum í hópinn og þið sem eru áskrifundur nú þegar eru kannski best til þess fallnir til þess að bera út boðskapin og fá vinikar til þess að gerast áskrifundur líka en við þökkum áskrifundum innilega fyrir samfylgdina í dag og við þökkum líka þeim fyrirtækjum sem að styðja dyggilega við bakið okkur eins og Regus skrifstofulausnir og svo það Caveman á Smiðjuveginum og Biofit með fæðubótarefninu á biofit.is en við þökkum kærlega fyrir okkur í dag við Ingimar, við segjum hugsið vel það sem ætlaði að segja árunni segja það en í Guðanabænum, segið upphátt það sem að þið eruð að hugsa. Takk fyrir okkur og Guð blessi ykkur öll.